Gott kvöld, það Rauða borðið sem tekur hér við mánudaginn 29. september. Ég heiti María Lilja og ætla ásamt Birni Þorláks og Gunnari Smára að ræða hér hin ýmsu mál við góða gesti. Í lok kvölds mun Siggi Stormur koma til Björns Þorlákssonar og ræða hvort gervigreindin muni koma til með að útrýma stétt veðurfræðinga. Ingólfur Gíslason kemur þar á undan en hann rektor á menntavísindasviði Háskóla Íslands og hefur staðið í ströngu vegna mótmæla í sumar en hann er hvergi nærri hættur og skipuleggur nú ný skref í sniðgöngu vegna þjóðarmorðsins á Gaza. Sigurður Þórðarson, fyrrum stýrimaður, verslunarmaður og félagi í Mýr til 50 ára, kemur hingað til mín og ræðir aðeins sögu félagsins en Styr hefur staðið það í einhver tíma nú á að boða til aðalfundar og segir Sigurður okkur allt það. Saga Guðmundsdóttir, aðalhagfræðingur Sambands íslenskra sveitafélaga útskýrir stöðugleikaregluna fyrir Gunnari Smára ásamt fleiri reglum. Kristján Ingólfsson, eftirlaunamaður og fyrrum ráðgjafi segir Gunnari Smára frá fráfalli Eyglóar Svövu dóttur sinnar sem send var heim af bráðamóttöku þrátt fyrir að vera helsjúk af sýklasótt og Anna María Ingveldur Larsen mannfræðinemi segir jafnframt frá sinni reynslu sem sambærileg. Hér eftir stuttar auglýsingar fæ ég til mín Margréti Tryggvadóttur, rithöfund og formann Rithöfundasambands Íslands en úthlutun ritlauna var svolítið í umræðinu í dag og í gær og Margrét ætlar að leiða okkur í allan sannleika það mál. Hér eftir nokkrar auglýsingar, svo tók ég við. Húnavellir, gistihús, gisting og tjaldstæði á góðu verði, morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Ef þú átt ekki tjald eða svefnpoka þá höfum við það á staðnum. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauða borðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér Margrét Tryggvadóttir, rithöfundur og formaður Rithöfundasambandsins. Vertu velkomin. Takk. Það þessi umræða sem skýtur alltaf upp kollinum annars slagið, nú með nokkuð og harðari hætti en oft áður. Já, þetta hefur oft verið mjög harkalegt og yfirleitt það rithöfundar sem eru teknir fyrir en ekki aðri listamenn. Okkur finnst náttúrulega pínu ósanngjarnt en við erum svo sem vönusu og í raun og veru fögnum alveg umræðinni og það var bara, þetta ákveðið tækifæri til þess að minna á okkur. Þetta kemur á fínum tíma og miklu betri tíma finnst mér en þegar verið að úthluta og sumir fá ekki og fólk mjög sárt oft. Og þannig að þetta þetta bara, það 20% árangurshlutfall úr þessum sjóðum. Þannig að það eru langflestir sem fá ekki vegna þess að það eru bara svo ofsalega fáir mánuður til skiptana. En já, þetta mjög sérstakt en það voru samtök skattgreiðenda sem að birtu ykkur á úttekt og reiknuðu þessu einhvern veginn að ákveðnum tölum sem ég held nú að reyndar að sé kannski ekki alveg réttar. Nei. En það mjög margt sérstætt í þessu. Til dæmis það að það virðast bara bækur vera taldnar og maður sér ekki hvað bækur. Og þetta eru 10 rithöfundur sem eru teknir sérstaklega fyrir og taldar bækur og jafnvel, þú veist hvað hver síða kostar sem mjög vafasamt. Það eru miklu fimleikar við að finna út úr því hvað hver síða kostar. Já, þeir sem að sækja í sjóð rithöfunda, þeir sem sinna ritlist, þeir eru ekki endilega bara þeir sem að gefa út bækur og rithöfundar, ég meina í rithöfundasambandinu til dæmis sjónvarpsþýðendur sem nú held ég fæstir að fá listamannalaunum en ég meina þeir geta alveg sótt eins og aðrir
fólk mjög gjarna að sinna alls konar verkefnum þannig að skáldsögnahöfundur og ljóðskáld eru líka að skrifa leikrit eða þýða leikrit og þessu virðist nú öll að hafa verið sleppt og þetta svolítið eins og ef að í sjóði myndlistamanna hefði bara verið talið fjöldi málverka eftir því að það eru mjög margir myndlistamann sjálfsögðu sem vinna í allt fjöldi málverka sem komið fram á sýningu já, því að það eru náttúrulega fullt af myndlistamönnum sem aldrei mála neitt málverk en eru samt myndlistamenn og góðir í sínu. Já, Andri Snær var nefndur hann en hann sækir ekki alltaf sem bókahöfundur. Nei, einmitt og hefur náttúrulega skrifað leikrit og sjónvarpsþætti og heimildarmyndir og allt mögulegt annað. Og Auður Jóns talaði að hún hefði, það hefði verið skólabækur og léttlestrabækur sem eru notaðar í skóla, það er svona ýmislegt þannig að starf fyrir rithöfund þannig að aðeins svona stærra og víðtækara. Ég held að minnst að kosti 3 af þessum 10 sem voru tekin fyrir sem sögðu býtu, þetta eru bara einhverja rugltölur, hér vantar en þið vita svo sem ekkit hvað vantar því að titlandi voru ekki þarna. En það er náttúrulega ekki aðalatrið og það sem er ljómandi gott við að fá þetta er bara að sjá það svart á hvítu að ef einhver starfar við ritlist og er svo ofsalega heppinn að fá og bara klára að fá listamannalaun hver einasta ári þá jafngildir svo uppsöfnuð summa bara svona eins og ein íbúð í blokk og það er ekki, þú veist, á lánum þú getur aldrei keypt þessi íbúð, þú myndir aldrei standast greiðslumat með, þú veist, 390.000 krónur á mánuði sem er svona sirka svo upphæð þegar að af því að þetta eru verktakagreiðslur og þú þarft að greiða þessu tryggingagjald og öll launatengd gjöld og þá er svona kannski 380-90.000 sem er eftir. Og þegar það talaði að þessir tildæknur rithöfundar nú las ég þess að fréttaðir væru svona búnir að vera með áskrift af þessum launum og svo er tímabil og annað. Já, auðvitað er þetta þannig að við eigum alveg ótrúlega flotta höfunda og þetta er samkeppnissjóður. En það sem er best að vita kerfi finnst mér er að nefndirnar sem eru rótþörandi vegna þess að við getum verið sammála eitthvað gæðamat en svo kemur alltaf til einhver persónulegu smekkur og þá skiptir svo miklu upp á jafnræði og sanngirni að þetta sé ekki alltaf sama fólkið og frá held í 2009 þegar lögin voru í raun tekin svolítið upp og nú gildandi lög eru síðan þá eða kerfið var tekið upp að þá hafi þetta verið semst róturandi nefndir þannig að það getur enginn verið í nefnd semst í meira en 3 ár í einu og sumir eru styttra þannig að það kemur alltaf nýtt fólk og það er svona reynt að hafa allavega eitt sem hefur verið áður bara svona til að halda svona verkunnáttunni við þetta. Blaðamaður sem fór á stað með þetta Stefán Einar, hafði hann eitthvað samband við ykkur áður? Nei, hann gerði þetta ekki og við höfum nú getað bara leiðbent honum ýmislegt. Til dæmis svona leiðrétt þessar tölur og bent á að þetta er auðvitað ekki sjóður sem tekur bara til útgefinna bóka, heldur alls konar ritverka. En þið mættust í bítinu á morgun, sá ég og það hafi nú verið svona þið skiptust á orðum. Já, ég held að þetta hafi allt verið innan velsælismarka. Ég hafi þú reyndar meina ekki. Nei, en Já, þú veist, við tókum þá afstöðu strax á laugardagsmorgun þegar við sáum í stjórn Rithöfundasambandsins að fagna þessar umræðu og reyna bara að stiga inn í hana og leiðrétta það sem þarf að leiðrétta en líka nota tækifærið þegar að svona tölur eru birtar til að bara sýna fram að hvað þetta eru fáránlega lág laun sem okkur eru boðin upp á og þú veist, stóra náttúrulega fréttin er auðvitað, að langflest fáum við ekki þessi laun. Ég hef til dæmis bara, ég er bara hjá, þú veist, þau allra hefnustu finnst mér, síðustu 2 ár hef ég fengið 9 mánuði, það því í dag er ég á listamannalaunum og á morgun en ekki hinn og ég veit ekkert hvort að ég verð, þú veist, fáðu nokkuð tíman aftur. Ég sæki og svo bara býð ég að vona. En af hverju er þetta mikilvæg laun? Listamannalaunin eru bara, myndi ég segja, bara rétt eins og atvinnuleikhúsin og þú veist þessi núna vonandi nýja óperan og
þessi svona stóru kerfi utanum listsköpun á Íslandi, þetta algjört súrefni til allrar listsköpunar. Við sjáum það þegar þessu kerfi komið á 92 að það verður í fyrsta sinn á Íslandi til stétt atvinnurithöfunda. Rithöfundur gátu farið að lifa af því að skrifa bækur, voru ekki að gera það í hjáverkum og bara það sem gerðist í raun var og gerist alltaf þegar að peningar eru settir í menningu og skapandi greinar og nýsköpun að það verður svona dýnamísk sprengja og íslenskar bækur urðu útflutningsvara. Og það nákvæmlega sama hefur gerst með tónlist en svo eru náttúrulega þeir sem eru kannski vinsalistir í útlöndum, þeir eru ekki endilega þeir sem hafa fengið listamannalaun í gegnum tíðina en þeir njóta góðs af þessu engu síður vegna þess að það verða til kanalar, það verða til afbragðs þýðendur íslenskra bókmenntaverka á ýmis önnur mál sem aldrei hefðu orðið til nema vegna þess að við höfum kerfi listamannalauna. Ég sá í umræðinu einmitt þessu tengt hérna svona eitthvað staðar á netinu, ykkur kommentakerfinu sá ég að því að fólk mjög heitt í hamsi yfir þessu. Já, sömu. Ég nú að reyna að vera bara róleg. Já, en ég tók eftir því að það voru nokkrir sem vitnuðu þetta einmitt að þeir hefðu gerst íbúðaskipti eða annars slíkt eitthvað staðar í Evrópu og þar hefðu verið íslenska bókmenntir í Ísland. Já, ég hef setið í flugvélum eitthvað staðar og eitthvað staðar að leiðinni bara eitthvað út í heim og fólk að lesa Jón Kalman og Auði Öfu og bara Ragnar Jónasson og fleiri glæpasagnahöfundar eru bara fasta gestir á metsölulistum í Frakklandi og þetta náttúrulega bara algjörlega dásamlegt. Já. Og eins og segir þá skiptir þetta miklu máli en hvers vegna heldur að þetta félag skattgreiðenda hafi verið að svona velta þessu ef ekki bara gefa okkur það að þetta séu áhuga menn í hvert peningarnir okkar fara en mér fannst nú svolítið gaman að sitja í morgun inn á Sýn sem fekk 124 milljónir í fyrra og tala við blaðamann Morgunblaðsins sem fekk líka 124 milljónir og eins og ég var ykkur af þetta kerfinu en ekki þeir því að við erum öll bara í þessari sömu stöðu og fjölmiðlar og mér finnst það bara allir fjölmiðlar í Íslandi eru gríðarlega mikilvægir og þeir hafa aldrei verið mikilvægir vegna þess að heimurinn sem við lifum í hann er að breytast mjög hratt, það er mjög erfitt að henda reiður á hvað er satt og hvað er logið og þess vegna skipta fjölmiðlar svo miklu máli en þá skiptir líka máli að þessi vanda til verka og þannig að ég bara brýni alla fjölmiðla til að vanda sig og sinna sínu hlutverki. Heldur þetta hafi verið svona með ráðum gert að setja þetta fram með þessum hætti? Ég svona af því ég hef nú aðeins séð þessi samtök áður þá hugsa ég nú að þar hafi menn vilja reyna að koma höggi á eitthvað, ég er svona að gefa mér það en það breytir því ekki að gegnsæi í bara ríkisfjármálunum skiptir mjög miklu máli og það er bara ekkert að því að draga þessar tölur og aðrar tölur upp á yfirborðið og við bara sem íbúar í þessu landi okkur á ekki vera sama hvert peningarnir okkar eru að fara og ef það er eitthvað sóun í kerfinu þá eigum við náttúrulega að reyna að fara betur með fjármagn en ég held að sé ekki sóun í þessu kerfi. Nei. Þetta sé mjög víða annars staðar. Já, ég las mitt einhver staðar að ég samkvæmt einhverju OECD sammantekt þá er menning bara meðal 5 stærstu útflutningsgreina í Íslands. Já, og ég held að sé 3,5% af hagkerfinu sem er bara menning og skapandi greinar sjávarútvegurinn er 4%. Þannig að við sjáum að þetta er ekki eins og þetta sé eitthvað fólk að leika sér bara. Þetta er alvöru atvinnugrein og hún er svo sannarlega bæði, hún er virðisaukandi á mjög marga vegu, skapar hér gjaldeyri og annað og hún er náttúrulega gríðarlega mikilvæg stoðgrein fyrir aðra greinar. Bæði náttúrulega fyrir ferðaþjónustuna því að fólk kemur hérna auðvitað út af náttúru en líka út af menningu en
mér finnst þú eiginlega mikilvægast bara fyrir okkur. Af hverju erum við að búa á Íslandi? Jú, það að því að þetta er heimil okkar og hér einhver menning sem við þekkjum, okkur þykir gaman að taka þátt í og viljum taka þátt í að þróa áfram. Við þú veist, Ísland á ekki að vera bara eins og okkur verbúð þar sem fólk kemur og vinnur og fer svo heim og sefur eða eitthvað neins slekkur á sér, sko. Við höfum að vera lifandi samfélagstegnar og taka þátt í. Og svo þetta skrásetningin öll svo mikilvæg, saman hvort hún í formi myndlistar eða ritlistar algjörlega, að fanga tíðarandan. Já, þetta er mjög mikilvægt. Ég held að rithöfundar gerir það kannski og bara listamenn auðvitað yfir höfuð, en þú veist, það er svo oft eitthvað svona óaþreifanlegt sem birtist í verkum og maður skynjar og sér svo jafnvel enn betur eitthvað tíman seinna. Hvað bara, mér dettur nú bara í hug, sko, Andri Snær og Lofstar sem er einhvern veginn bara svona spádómsbók fyrir heila samtíman því miður. Það er hann og Sigríður Hagalín. Já, þetta er bara hættulegt fólk. Já, þetta er hættulegt fólk. Bara af ritlunum með þig. Já, sko, en það er náttúrulega líka og mér finnst kannski svolítið kannski alvarlegasta í því sem að í þessari umræðu að mér fannst sko svolítið hefur fundist aðeins og sérstaklega kannski í þessu viðtali í morgun og náðu ekki að bregðast nógu vel við því að því að þeir sem fengju ritrun þyrftu þá bara hafa hægt sig og mætti ekki rugga neinum bátum, mætti ekki vera að taka þátt í samfélagsumræðu og hafa hátt og það er náttúrulega bara eiginlega fasískt sjónarhorn og ég hefði viljað koma betur inn á það í morgun en gafst ekki tími til þess. Já, Stefán talar í morgunum þetta og umræðan einkennist alltaf svo mikil í geðisræringu, svona ykkar megin. Já, ég bara er ekki sammála því. Verandi þarna í ringiðunni fannst mér bara engin eiginmenna. Þetta eru rithöfundar fólk sem að kann að koma fyrir þessu orði og finnst kannski svona svolítið gaman að skilmast stundum með orðunum en það var engin geðsræring við bara, þú veist og stjórnir spjallaði saman og bara við ákveðum að fagna þessu. Já, það nú er komið svona season, bókasíson. Já, nú bara fyrir að bresta. Já, og hvernig hver er tilfinningin fyrir því sem kemur? Þetta verður bara rosalega spennandi. Já. Ég held að sé bara, ég veit að mjög mörgum spennandi bókum sem eru að koma. Ég hef svona bara, ég hef nú kannski mitt helsta vit bara svona frá vinum mínum sem er að skrifa og svo úr Morgunblaðinu af öllum stöðum. Já, einmitt. Það náttúrulega mjög oft kom menningarumfyllun. Já, og nýr menningarvefur. Já, þar er að venju farið yfir eða verið að fara yfir það sem að útgáfarnar alltaf senda frá sér og það er bara mjög margt spennandi. Já, þannig að það er gott bóka ári í vendum. Ég vona það, já, ég held það. Ég held að sé það flest. Við erum bara alveg ótrúlega heppin á Íslandi að hvað margir nennar skrifa bækur og eru góðir í því. Já. Við erum bara ansið glúrin, sko. Já. Og ég held að hafi aldrei verið mikilvægur en núna að bæði, þú veist, það er svo mikill hraði og bókin er í öðrum takti og við höfum öll gott á aðeins að draga okkur í hlé og anda hægar. En þegar það talaðu svona, svo við setjum þetta í samhengi við umræðuna krakkana og ungmennin sem er að lesa minna núna en áður og ekki til gagns. Já, það er nú, þetta er nú svolítið leiðinlegt sko, að nota þetta orðalag alltaf, get ekki lesið sér til gagns því ég held að þessi krakkar gerir það langt flest og það er svona eitthvað skilgreiningaratri, hvað er að geta lesið sér til gagns, er það að geta lesið leiðbendingar aftan á sultukrukku eða skattskýrsluna sína, hvar er gagnið? Ég myndi miklu frekar Það er gagn og gaman? Já, sem frekar létt bók en já, ég held að sko, barnabækur náttúrulega eru greiðlega mikilvægir barnabókahöfundur, ég er náttúrulega einn af þeim þetta eru kannski þeir höfundar sem að bera minnst úr bítum í sölubóka vegna þess einfallega að barnabækur eru ódýrar en aðrar bækur og það bara
Já, þannig að þú veist, fyrir hvert eintak þá fáum við einfallega minna og þess vegna skiptir okkur þessi opinberi stuðningur alveg gríðarlegu máli, bæði listamannalaunin en svo ekki síður bókasafnssjóðurinn sem að svona borgar okkur fyrir öll útlán á bókasöfnum og það náttúrulega bara því miður þannig að bóksala hefur minnkað mjög mikið og færsta svona þessi yndislestur fólks hefur færsta miklu leiti yfir í streymi og þar kannski verið að greiða 1/10 því sem þú myndir fá fyrir hvert selt eintak og ég bara það, þú veist, hvernig fór með þessar streymiveitur? Já. Nú voru allavega, það voru höfðuð mál, veit ég, af rithöfundasamböndum á Norðurlöndunum. Er það eitthvað sem að þið gerðu líka? Sko, við hérna í Rithöfundasambandinu Íslandi, við kvörtum núna í febrúar til samkeppniseftirlitsins til vegna Storytel og þeirra einokandi stöðu og hegðun sem fyrirtæki einokandi stöðu. Samkeppniseftirlitið ákveður sumar að taka máli til rannsóknar. Þannig að það er í skoðun? Já, það er í skoðun og það mál tegi sem sér til Svíþjóðar, þannig að með aðstoð sænska samkeppniseftirlitsins. Ég veit að svoleiðis þetta hefur verið reynt á Norðurlöndunum en það sem er kannski auðveldara fyrir okkur og gerir kannski stöðuna verri en betri en ef þú ætlar að kvarta að það er bara ein streymisveita og meðan að þú veist að þær eru 3-5 í hinum Norðurlöndunum og enginn þeirra telst beinlínis í samkeppnis eða markaðsráðandi stöðu en svo þetta bara, maður horfir líka Spotify því að það er náttúrulega bara mjög svipað og það er í alveg nákvæmlega jafn einokandi stöðu á Íslandi og það er enginn sem sinnir íslenska markaðanum á neinn hátt. Er það ekkert eitthvað svona sem að rithöfundasambandið geti bara gert? Já, við erum náttúrulega ekki að fara að skipta okkur Spotify en ég er nú svona meira að hugsa bara með streymiveitunar. Jú, ég meina við allavega beinum því til stjórnvalda að koma einhverjum böndum á þetta og vonandi verður það og það, þú veist, tónlistamenn getur þá og rétthafar þar og Spotify getur hugsanlega fyllt okkur í því. Já. Það er spennandi að fylgjast með því. Já, en við náttúrulega erum líka alltaf í góðu samstarfi við önnur samtök listamanni á vettvangi bandalags íslenskra listamanna og þar eru þessi mál rædd og reynum náttúrulega að framkoma eitthvað líka. Já. En þú, eins og segir, þú fagnar nú bara þessar umræðu, gott að geta komið og leiðrétt líka þessar. Og mér finnst líka bara mjög gott að þetta komi núna en ekki þegar það er útlutunin því að það er alltaf bara rosalega erfið tími, bæði þegar maður fær ekki, en einhver sem manni, einhver annar fær sem manni finnst kannski maður sé betri eða ætti frekar að fá, en það er líka bara ofsalega sárt þegar að samstarfsfólk manns og vinir fá ekki sem að veit að hafa svo mikið fram að færa og bara ættu svo fyllilega skilið. Finnst þér við ættum að svona fjölga stundunum og Sko það er verið að fjölga mánuðum og bara í öllum sjóðunum og það gerist í skrefum. Þetta er fyrsta árið þar sem er fjölgun hjá rithöfundum og það verður líka fjölgun næstu 2 ár. Við erum samt, þegar svo fjölgun er komin, við erum samt ekki að ná því sem við höfum haft mest með tilliti til mannfjölda að því okkur fjölgar bara svo mikið og svo erum við, þú veist, þegar 92 þá er þetta nánast bara skáldsagna-höfundur og ljóðskáld sem er að fá. Núna eru til dæmis barnabókahöfundar og það er gríðarlega mikilvægt að fá. Mánuðinum hefur mjög lítið fjölgað og hvað þýðir það? Það þýðir bara í raun og veru að það er engin ljóðskáld að fá. Þú veist, þetta kemur bara niður okkur öðrum hópi þegar það fjölgar ekki og það er bara rosalega vont og líka upp á bara samheldni rithöfunda þegar við hópar, þú veist, sem eru skrifað frá ólíka hópa. Það er annar hópur, það er til dæmis höfundur og erlendum uppruna sem eru farnir að fá og við höfum í Rithöfundasambandinu höfum barist fyrir því og þau skrifa sum á íslensku, sum ekki
og stundum koma bækurnar fyrst út eitthvað stær í útlöndum og eru þýddar á íslensku, stundum koma þær út hér, eru þýddar hér. Okkur finnst þetta gríðarlega mikilvægt. Það er svo mikilvægt að fólkið sem bara tekur þátt og bara upp á inngildingu og annað. En þetta þýðir auðvitað að þetta er tekið af öðrum. Það er svoleiðis. Það verður að koma til fjölgun. Þegar að fjölbreytnin eykst svona mikið og við verðum bara að styðja betur við okkar fólk. Já. Ég er sammála því. Ég þakka kærlega fyrir að koma, Margrét. Takk sem leys. Ég þakka fyrir spjallið og svona að snerta á þessu eldheita máli dagsins. Og bara heiður upp á þig. Og tók ég við það meira hér handan við auglýsingar. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Við aðeins að rifja upp eða skoða mál innan úr heilbrigðiskerfinu og hingað komin Kristján Ingólfsson sem eftirlaunamaður, starfaði lengi sem ráðgjafi og Anna María Ingveldur Larsen sem mannfræðinemi. En það sem okkur langar kannski fyrst og fremst að heyra saga dótturinnar sem að þú hefur sagt áður og barist fyrir ákveðnu réttlæti hjá. Og það svo til að Anna María hafði svona svipaða reynslu en lifði það af öfugt við dóttur þína. En Kristján, ef við bara byrjum á byrjunin og þú segir mig frá veikindum dóttur þinnar. Já, það var þennan örlagaríka dag 27. mars 2020. Þá var hann orðin mjög slæm af þessum sjúkdóm sem að hún hafði fengið áður og hún var búin að vera veik heima nokkra daga og þetta var að fara að ágerast það mikið að hún var farin að sýna þessi einkenni þessa sjúkdóms. Hver er þessi sjúkdómur? Sýklasótt. Og hann virkað þannig að hún kemst til svona rugla ástand, segir vitleysu, hún gat ekki orðið haldið á hlutum, hún gat ekki haldið á símanu sínum, hún gat ekki haldið á kókflösku, hún misti allt úr höndunum. Og þennan dag tala ég við hann það að hún þurfa að fara upp á bráðamóttöku og hún var eitthvað ekki alveg sátt við það en klukkan 5 þá hringir heimilislæknir okkar til þess að tala við móðurinnar og ég fyrir síman og segja honum þetta ástand á Eyglóarshöfu og hann segir bara við mig þú hringir strax á sjúkrabíl hún öll að koma með sýklasótt eins og hún fengið áður hann þekkti þá sögu hún þarf strax að komast undir læknisendur og ég hringi þá í 112 og til þess að fá sjúkrabíl og ég hef aldrei lent í furðulega símtali því að aðilinn sem tók á móti símtalinu, hann vildi fá að tala við dóttur mína. Ég sagði að það var alltaf hægt, hún var í rugla ástandi og gæti ekki sinni haldi á síma og þessi kona sem svaraði, hún vildi samt reyna það. Og sem mér finnst furðulegt og ég hlýtti því og alltaf rétta dóttur minni síman en hún misti hann bara á gólfið. Og ég segi konunni það, hún geti ekki haldið síma, þá segir hún haldi símanum upp á eyrun á henni og ég segi hvað segir þú? Já, haldi upp á eyrun á henni, ég ætla að reyna að tala við hana og ég gerði það og hún gæti ekki tjá sig. Þannig að ég tek síman aftur og segi hún getur ekki tjá sig. Já, ég heyri það núna en það kemur sjúkrabíl og eftir áhyggja fannst mér þetta furðulega símtal en það kemur sjúkrabíl eftir svolítið stund og ég svona undir meðvitinu gerir mig grein fyrir því að ég fá ekki að fara með af því að þetta var í byrjun á COVID og þannig ég lagði mikla áherslu á það bæði við 112 og eins og sjúkraflutningamennina
að hún ætti sögu sýklasótt og hvernig það lýsti sér. Þetta verið alveg sömu einkenni hún væri með núna og bað þá, tók lofar af þeim að þeir myndu koma því til skila. Af því að í hinskiptin sem hún hefur farið upp á bráðamóttöku, í 2 skipti, þá hafi ég verið með. En þarna gat ég ekki. Og þeir fara með hana og ég spurði á hvenær get ég fengið einhverja fréttir. Ég hringdi eftir svona 3 tíma, þá getur upp á bráðamóttöku, þá getur þeir sagt þér eitthvað. Ég bíðist að 3 tíma, hringi, þá svarar einhver kona og segir, hörðu, það verður hringtið eftir smá stund, læknir mun hringi þig. Eftir smá tíma hringi læknir og kynni sig, þetta Hlynur Þorsteinsson, og dóttir mér sitji bara hress hérna á bekk og hún býði bara ámænum eftir að vera sótt. Og ég skil ekkert í þessu og segja hvað meinar að hann fara heim. Já, hún bara hress hérna og bara betra en að fara heim. Og ég segi þá svona við hann að hún tók eina sýklatöflu í dag. Já, þá bara, veist, en betur hún bara fari heim. Ég fer upp á spítala og upp á bráðamóttöku og fæ þá bara rétt að fara inn í gang af því það er COVID. Sagt að bíða þar, en svo kemur kona aftur til mig og segir, hörru, komdu með bílinn alveg upp á dyrunum hérna. Mér fannst það mjög skrítið að dóttir mín var ekkert fötluð, en í þessu ástandi var það. Þannig að því að ég held að hún var hress eins og læknir úrskýrði. Ég keyri bílinn upp að svo eftir smástund þá kemur kona með hana í hjólastól út af bíl, bara beint út af bíl. Og segir mér að opna og ég segi út af hvernig er hjólastól. Já, opnaði bara og hún var að hjálpa mér að koma inn í bíli. Og ég skildi ekkert í þessu, en þegar að ég fer að ná henni, þá náttúrulega þegar hann segir við mig að hún segir hress og bara býða til þess að þá reiknaði ég með að væri búið að gera allar rannsóknir sem þurfti að gera. Ég keyri heim og leiðinni þá ætla ég að reyna að tala við hana, en átta mig eftir á að ég var búin að missa hana. Hún gat ekki tjá sig. Ég keyri heim niður í bílageymslu heima og segi henni að bíða rólega í bílnum því ég þurfa að fara upp og ná í hjólastól mömmunar. Mamma að nota hjólastól. Og ég fer upp, næði hjólastólinn, næði eiginlega svo og fer með henni upp í íbúð og þetta klukkan þá langt gengin 11 þegar ég kem heim. Ég hjálpa henni að fara á klósett. Hún var ekki sjálfbarga, ég var að hjálpa henni við það til þess að pissa. Og þegar það er búið, þá keyri ég henni inn að rúminu hennar, hjálpa henni upp í rúm, breiði sængina yfir henni og segir eiginlega svo að minn, við skoðum þetta í fyrramálið. Ok, morgun eftir, þá þegar ég vaknaði eitthvað 8-leytið, þá labbaði ég fram á herberginu hennar og ég hafði opnað hurðina, sé að hún liggur bara í rúminu og ég fattaði þá ekki að hún lá alveg eins og ég laði hana, með sængina alveg yfir sér. Og ég fer fram, allt í einu áttaði ég maður, fer inn aftur, kalla til hennar, hún svara ekki, ég sný henni við, að hún blái fram hann, hún dáin. Það færi náttúrulega algjör panik í gang. Ég hringi á neyðarlínuna og segi að ég telja að dóttir mér sé dáin og það kemur þá sjúkrabílar, lögregla, héraðslæknir og hún er bara úrskurður látin og þegar að búið að fara með líkið af henni og þá segir héraðslæknir svona við mig fyrir að tala ég segi hún, ég skil ekkert í þessu. Það hefur verið sagt við mig kvöldi áður að hún væri bara hress. Og hann segir, skal bara hringja upp á bráðamóttöku þegar við erum farin
og tala við þann sem var með hana. Ég hringi på bráðamóttöku, vil fá að tala lækni sem var með dóttur minna kvöldi áður. Hann sagt að við hringti við þetta smástund, hann hringir, þessi lækni, þessi Hlynur Þorsteinsson, og kynni sig og segir hérna, já, varst þú að reyna að hringja hingað? Ég segi, já, ég vil hafa að vita hvað var gert fyrir dóttur mína hérna í gærkvöldið. Þá segir hann, já, viltu allir best bara færi heim? Já, það sagði ég, hún er dáin. Já, ég veit það. Og það bara lagði já, sagði ekkert meira. Þannig fór það. En á þessum tíma, vissir þú hvað sýklasótt er? Já. Þannig að þetta hafði gert áður? Ég vissi það því að ég hafði tvígang farið með hennu á bráðamóttöku. Þess vegna vissi það. Og í annars skiptið þá var Jón Magnús yfirlæknir þá og hann kemur inn á stofu til að skoða hana og segir við hana, já, Eygló sá að hvað er gömul? Og hún horfði á mig og ég leit bara undan því hún vissi ekki hvað hún var gömul. Þessi velgefna stúlka og mjög velgefin. Hann spyr hver er kennitalaðin, hún gæti engu svara. Þannig þegar blóðsýkingi fer svona þá... Þetta kemur í svona köstum. Já, og þetta er svo alveg svo með einkenni og þetta kvöld til hérna kvöld. En þegar að læknirinn ákveður að senda hana heim, getur verið að hafi bráð skyndilega að henni, virka þetta þannig? Nei. Þannig Ég mjög líklega var hún... Ég náði engu sambandi við hann á leiðin heim. Og mjög líklega var hún þannig á tímanu sem hún var á bráðadeildinni. Svipuð og þegar hún fór og þegar þú sóttir hún. Ég hef lesið alla skýrslur, hjúkrunarfræðinga og allt og hún var bara þannig. Hérna, Anna-María, kannastu við einkennin sem að nýsir? Já, ég kannast mjög vel við þessi einkenni, sko. Já. Getur þú lýst í hvernig þau birtast og hvernig manneskja sem svona lokast af, man ekki, getur ekki, heldur ekki á hlutum, getur ekki svarað, veit ekki hvað hún er gömul, hvernig henni líður inni í þessu ástandi? Það er ógeðslegt að vera, ég var sama ár, akkurat 2020 og Eygló deyr, þá er ég með þessa sýkingu og ég var einum på spítala og það er rosalega erfitt að vera í svona ástandi og þú veist, og vita, þú veist, ekki neitt og hafa engan stuðningsskilur til þess að hjálpa sér að tjá sig vegna þú getur einhvern veginn ekki tjá þig vegna þú ert svo ógeðslega lasin og þetta er svo fljótt að ágerast þú veist, þetta bara gerist svo rosalega rætt að þú ert bara orðin rosalega veikur á stundum tíma. Já, ertu veik þannig að þú veist eiginlega ekki hvar þú ert almennilega eða er það þannig að sko, þú átt í erfiðleikum með að tjá þig, ertu svona lokuð inni í svona getuleysiðinu? Sko, hjá mér það var þetta þannig að ég er sem sagt, ég fer 3 með sjúkrabílur. Já, innan með 2 sólhringum sem sagt. Nei, 2 með sjúkrabíl á sólhringi hérna. Og ég í erfiðleikum að tjá mig, og get ekki útskýrt eitthvað með hvað er að gerast, hvernig mér líður, þú veist að ég hef líka lesið skýrslunum mínar og það er bara, mér líður svona öðruvísi en ég á að líða, þú veist. Og öðruvísi en mér á að líða og ég var með 40,6 steg hita þegar ég sendi hana út daginn eftir og þá stendur með útskrift út af því að hún, þú veist, það er alltaf leið, við erum búin að taka blóðpröfur, en svo bara er ég send útskrifuð, hún ætti bara að leita sér hjálpar á Vogi, þarna var ég... En vissu þau ekki að þú værir með sýklasótt? Ekki fyrstu, ég var send heim og þú veist, það er einmitt rosalega mikið svona dómharka í læknunum. Ég man hvað mér leið ógeðslega illa. Ég sat á stjættinu og ég grét fyrir utan spítalann.
Ég bara, hvað á ég að gera? Ég viss alveg að, þú veist, þetta var eitthvað annað. Þú veist, ég gat eitthvað með ekki og ég hringdi í mann sem inn í þessu meðferðarkerfi öllu eitthvað með og sem ég þekki og ég var einu sem ég datt í hug, ég ekki, þú veist, ég á alveg mömmu, ég á alveg fjölskyldu, skilur, en ég vissi ekki hvert ég átt að hringja eitthvað með, hringi ég, halló, hvað, þú veist, hágrátandi og öskrandi, hvað, svona bara komið fram við, þú veist, þú ert, að því ég var þarna þú veist, og þú ert eiginlega bjargarlaus. Já, bjargarlaus, búin að vera í neyslu og þú veist, þarna var ég... Þú var sendt heim. Ég var sendt heim og ég sem sagt, svo ég, vinkonu mín sækir mig svo og ég fer til hennar og hún bara, hún svona stelpa sem passar rosalega vel bara og þú bara svarar símanum að því að svo hringt í mig, hvað, ég veit það ekki, 10 tími seinna eða eitthvað. Og þá bara, heyrðu, það var verið að koma úr pröfunum, þú verður að koma upp á spítala strax. Og svo hef ég lesið yfir skiptin. Og gastu séðu það, það var bara sendur sjúkrabíll til þín eða? Nei, vinkona mín alltaf sá það. Vinkona mín gæti komið. Hún var bara, ég var bara hjá henni fár veikallar nóttina. Heyrðu, ég vil langar aðeins að skilja sýklasótt. Hvað veldur henni? Í tilfelli dóttur minnar, þá kemur þetta út af þvagfærasýkingu. Og sýkingin kemst í blóðið og þegar það skeður þá kemur svona rugl ástand sko. Og sýkingin erðar og einkenni geta gosið upp. Já, og eins og það var lýst sko, Alma Möller hefur að lýsa þessu sko, ef það ekki brugðið skjótt við þá getur það valdið dauða. Það er bara hreinu. Mjög fljótt. Hvernig kom þetta upp hjá þér? Akkur er þú með sýklasótt? Ertu ennþá með hana? Nei, alltaf var ég ekki hérna sko. Nei, en ég lá á spítala með sýklalyfi æði 4 vikur, skiljur. Það er hægt að drepa þetta. Ef þú kemur svona, já, ég var líka einangrun með sýklalyfi æði í 4 vikur. Þú veist, upp á spítala. Þannig er sýklasótt. Og ég einangru þá vegna þess að það verið að drepa hérna sýkilinn og þar með rónæmiskerfið þitt. Já, og ég var komið með sýkt í húðinni, þú veist, þannig ég var komið með aðra sýking. Og þú veist, hjá mér var þetta út af neyslu og þú veist, þetta er ósað misjátt og ég það sem hjá mig það var dánadagur nægluar það er 27. mars það er sami dánadagur og barsfæði minn sko hann fekk þessa sýking líka og en hann samt já ég veit ekki, hann er alltaf með dagann, þetta er svo saman dagann það snerti mig bara ekki. Herðu, en málið það að 2018 þegar hún lendir inn á bráðamóttöku og þegar hún þarna þegar ég sagði frá hún mann ekki hvað hann er gömul og hvað þá greindi hann strax hann Jón Magnússon var með sýklasótt hún var sett á sýklalyfi æð og nýrin voru hægt að starfa sem skeður ef sýkingin er að magnast upp að nýrin hægt að starfa og hún þetta farið ná gjörgæslu meðan hún var að ná sér með sýklalyfi æð hún var sett á gjörgæslu og var þar, ég held að hún kom heim eftir 3 daga bara frísk, skilur við að því að sýklalyfin drepa niður þessa sýkingu. Og þegar sýklarnir hætta að truflana að þá er hún bara eðlileg, venjuleg manneskja. Hérna, hefur þú hugsað, Kristjana, ef að þú hefði farið með henni þarna þetta örlega ríka kvöld, að þetta hefði ekki gerst? Nei. Og þannig að vandinn er það að hún er þarna ein og það, hérna, hún getur ekki tjáð sig raunverulega, hvað er að, eins og Anna María lýsir. Og þú séð að vísað burtu af sömu ástæðu. Og þú ert þarna ein. Já. En þú fyrir einhverja heppni. Og það er bara þessum... Og heppnin er kannski svo að hérna, þú varst ekki dáin áður en að þessi 10 tíma voru liðnir þegar það kemur upp niðurstaðan. Já, vegna þess að þetta gerist svo fljótt. Barsfæðar minn var að mynda á gjörgæslu sko, hann var bara í öndunarveli þú veist, alveg 3 vikur sko. Þannig að það er einmitt að þetta nýrun. En Kristján, þú leitar eftir einhverju svona
Málið það. Já. Þegar að þetta er búið að skeið, þá hef ég samband skrifa mail á landlæknisembættið og spyr í því maili hvort að þetta mál sé til rannsóknar eða hvort að ég þurfi að krefjast rannsóknar. Ég fæ svar stuttu seinna að þetta mál sé í rannsókn og ég þurfi ekki að óska eftir því. Og ég sendi þá annað mail með 10 spurningum sem ég langar að fá að vita sambandi við þetta. Og þá fekk ég svar, hörðu, þú ert ekki aðila sem máli, þú fær engin svör. Og ég var nú ekki alveg sáttur, þannig að þá fekk ég mig lögfræðing. Það sem ég var við þarna að ég fæ mig lögfræðing og við fáum tíma hjá landlækni sem var Alma. Má ég skjóti neitt með spurningu, hver er aðili máls sem að gæti rekið málið? Hún er náttúrulega dáin. Já. Og þeir eru foreldrarnir. Hún á ekki maka og ekki börn. Þannig það er þar í samkvæmt þessu bara engin aðili að þessu máli. Nei, nema þegar að ég fæ tíma hjá landlækni og fer mæti með mínum lögfræðing, þá einmitt var lögfræðingur landlæknisembættisins með Ölmu þarna og ég segi svona, mér þykir furðulegt að það fengi þetta svar frá embættinu að ég var ekki aðili málsins. Þá segir Alma, hvað meinar þú? Ég sendi inn spurningar til þess að reyna að fá einhverja vitnesku og ég fekk svar að ég var ekki aðili málsins. Hún horfði á lögfræðinginn og sagði, hvað er hann að tala um? Jú, það kom mail, sko. Af hverju fekk ég ekki að sjá það? Hún lét hann að ná í þetta. Því að hún sagði mig, þess að ég að breyta hérna innan embættisins. Auðvitað ert þú aðili málsins. Og þetta eru einhverja reglur sem að verið að breyta. Og því að við vorum búin að fá til okkar, hvað er að kalla, greinagerð eitthvað þannig frá spítalanum þetta mál. Og það bara passaði engan við sannleikann. Og þá sagði ég Alma, þegar ég gerði grein fyrir málinu, þess vegna þarf aðili eins og þú aðili málsins að fá að segja þína hliða málinu. Þetta passaði ekkert. Hvað læknirinn, yfirlýsingu læknisins, hvað hafði skeið. Og út af því var náttúrulega höfða mál og þú höfðar mál gegn Landspítalanum? Já, Landspítalanum. Og ég sko fæ þá að sjá lögfræðinginn minn fær öll gögn varðandi yfirheyrslu hjúkrunarfræðingum sem kom að henni þetta kvöld, læknirinn sem kom að henni þetta kvöld og maður fór að lesa hvernig þetta var allt þetta kvöld. Og það var nú sko til dæmis að hjúkrunarfræðingur sem var vaktstjóri þetta kvöld, hann segir að Egilshafa kom í sjúkrabíl og það var svo mikið að gera, ég var að fá annan til annars stanna og bið tiltekna hjúkrunarkonu að ég hef nefnað það öllum, ég þykti að vera að nefna þau, nema bið hana að annars Egilshafa. Hún segir í sinni yfirlýsingu eða skýrslu, ég tók á móti Egilshafa þetta kvöld og var að fara að undirbúa að taka blóðpröfu þegar Hlynur Þorsteinsson læknir kemur og ýtir mig frá, talaði við hann í smástund, kemur til mig, biður mig að koma aðeins afsíðis og segir við mig, þetta er 6-7 mínútum eftir hún kemur í sjúkrabíl. Það er ekkert að taka blóðpröfu þessari konu, hún er þunglind og með mikla geðgreiningar.
Var hún þunglind og með mikla geðgreiningar? Nei. Nú, af hverju heldur hann hafi sagt þetta? Hann fannst að við að tala við hana. Þannig að hann var að greina hana? Já. Þess að það ekki tekinni blóðpröfa. Hann segir að það var gott að taka þvagpröfu. Svo þvagpröfa var aldrei tekin. Út af einhver ástæðu, það talaði að ekki gefist tími, mikið að gera, en hann veit það þegar hann útskrifa hana að hún var ekki tekin, þessi þvagpröfa var aldrei tekin. Þannig að það var engin blóðpröfa tekin, engin þvagpröfa. Hún var send heim án allra rannsókna. Má ég spyrja einu Anna María, að því að þú segir að þetta tengist neyslu. Já, mér hjá mér. Hjá þér og bassföðinum og mörgum fleirum. Að það og sér var bent á að fara á Vog og eitthvað fleira. Og þetta sá hópur sem í mikilli neyslu, að hann fær kannski ekki alltaf bestu þjónustuna þegar hann mætir. Það er svona einhverjum fordóma sem hann mætir honum og það er bara þannig. Það eru fordómar í samfélaginu gagnvart þeim. Þegar þú ert að hlusta á þetta, finnst þér eins og að Eygló hafi verið flokkuð svona með slíku fólki, að fólk sem kemur svona erfitt með að tjá sig inn á bráðamóttöku, því miður það þannig að þetta nú líklega bara eitthvað vandræða fólk. Því miður þetta bara þannig. Upplifir þú þegar þú ert að hlusta á þetta? Já, að hún hafi fengið svona þjónustu eins og þú kannast við? Já, ég kannast við þetta, ekki bara sjálf mér. Ég kannast við þetta bara með dóttur mína, skilurðu. Þannig að þú veist, að fara bara svona, ég veit alveg, þú veist, það alveg fordómar ennþá gagnvart ýmsu. Og það alveg alls staðar náttúrulega auðvitað fullt af yndislega fólki á spítala. En það að það sé bara fólk að deyja og það ekkert gert, skilurðu, eins og með þetta var bara einhver kerfis, þú veist, þetta bara svo mikið rugl og að hlusta á Kristján, bara átti hann að hringja í læknirinn eftir að dóttir hans nýdáin. Þú veist, mér finnst þetta bara svo galið allt. Hlusta á það. Og því miður bara hef ég bara sjálf fengið sögur af honum, þessum sama lækni, frá öðrum aðilum. Kristján, þú ferði rekur mál og ert að sækjast eftir einhverju viðurkenningu, einhverju réttlæti, eins og við heyrum oft í málum þolenda að þeir vilja að út úr kerfinu komi einhver viðurkenning á því sem gerðist. Það ekki? Sem drífur það áfram? Málið þegar svona skeður, þá landlæknisembættið skoðar þetta og svo sér annað mál rannsóknarlögregla sem var líka fyrir í gang. Hjá landlæknisembættinu það var alveg á hreinu að hann sinnti ekki sinni vinnu. Úrskurður hjá landlæknisembættinu var algjörlega þannig að ef að hann sinnti ekki sinni vinnu sem hann átti að sinna, þessi læknir, og hefði mögulega að komast hjá andlátið dóttur minnar, hefði hann sinnt sinni vinnu. Það var algjörlega á hreinu. Og ríkislögmaður skrifaði það. Það var alveg akkurat, En mér langar kannski að þegar maður lesir sig gögn sem að ég hef og fer yfir þetta, það þessi óheiðarleiki sem fer svakalega í mig, að læknirinn segir fyrst þegar hann yfirlýsingur til spítalans, hvernig hann sér þetta, hann segir einu stað, svo hringdi Eygló sofa í föður sinn og lét hann ávísa sig. Og hann gat ekki hringt? Nei. Það svona óheiðarleiki sem fer svakalega í mig. Hvað þá þegar að héraðssaksóknari í sínum úrskurði segir að hann vegna þess að það á ekki höfða sakamála þegar hann vil líka yfir það svo mikið. Fundið til með honum.
En að einhverju leiti getur það verið bara mannlegt að þegar fólk gerir eitthvað af sér að þá reynir það margt til að hilma yfir, að sleppa frá því og öðru slíku sem er kannski ekki það sem fólk ætti að gera. En við erum briskar mannverur og fólk gerir þetta. Það er stundum sagt í svona hneykslismálum að það er fólk fremur verstu glæpina í cover-upinu, það sem að reyna að hilma yfir eitthvað sem að gerðist. Það er bara, en þú vilt ekki að stjórnvöld viðurkenni þá hegðun, sætti sér við hana? Málið það að þegar maður lesi yfir að eins og hjá hjúkrunarfræðingnum, eins og þegar hún lýsið í þeir voru 3 sem að gefa skýrslu hjúkrunarfræðingar og allir töldu hún að hefði aldrei átt að fara heim, skilur það. Svo sem var yfir þegar hún átti að segja að hann er að hringja í mig til að láta mig ná í hana, þá segir hún, varst það eftir að fara að útskrifa Egilssögu? Og já, það er best að bara verði heima. Að sá hjúkrunarfræðingur sem baðum verið tekið blóðpröfu af þetta, hún taldi að það hefði verið gert, skilur. Já, hún mátti halda. Já, og svo segir hún morgun eftir er hún á vakt og þá kemur sá hjúkrunarfræðingur sem að er þá yfir vaktin þennan morgun við hana, hörðu, þú kannast við Egilssögu. Já, er hún komin aftur? Nei, hún er dáin. Og þá lýsir hún því ég fór í pár því að ég segi, það getur ekki verið, það voru teknað blóðpröfur og allt og þá segir hinsjálfur, nei, það voru aldrei teknað neina pröfur. Þá fyrst veit hún að það var ekki gert. Svo sökin er alfæri læknisins. En mér finnst þetta mál alls saman hjá rannsóknarlögreglunni, mér finnst það, fyrir mér snýst málið vinnubrögð Hlyns Þorsteinssonar rætt kvöld. Það snýst ekkert annað, ekki hvaða lyf hún notaði eða neitt hannig. En í gögnum frá héraðssaksóknara, hann var í mailsamskiptum við meinafræðideildina frá júni 2023 til apríl 2024, tæft ár, til að reyna, já, tók hún örlega ekki lyf eftir hún kom heim, alltaf að reyna að vita, hörðu, að kenna ykkur öðru en það kemur bara máli ekkert við, finnst mér. Það máli snýst vinnubröð hans rætt kvöld og hefði hann sent sinni vinnu, þá væri dóttirinn á lífi. Það snýst þetta. Hún var ekki send heim með einhverju fyrirmælum að hún ætti að taka tiltekið lyf? Nei. Málið sem að eftir krufningu, svo var hann alltaf að tala í skýrslu, í úrskurði dómsins, að í krufningu kom þetta í ljós, í krufningu kom þetta í ljós, skilur við. Málið er það að ef að nýrun hægt að starfa, og í þessu tilfelli þá segir heimilislæknir okkar í sínu var þetta símtal kvöld að hún var búin að vera veik frá því að 50 dag á föstudag, þetta var á 50 degi sem þetta skeður, tæpa viku. Nýrun voru eiginlega hægt að starfa, þannig að lyf sem hún tók þessa daga, þau söfnuðust fyrir í líkamanum, þau hreinstuðust ekkert út, skilur. En það kemur í krufningu ljós náttúrulega alls konar lyf í líkamanum hjá hann, að þau safna saman. Eina sem að meinafræðideildin segir að hún gæti ef að tekið rætt kvöld eftir hún kom heim, það er ein ímamán tafla. Ekki deyr hún á því, skilur. Þannig það hefði verið að svona opna fyrir möguleikana núna að vilja dáið af miklu lyfjaintöku. Já. Og það finnst í krufningu, en það er ástæðan fyrir því að líkaminn var hættur að virka og vinna úr þeim. Já, en þess vegna er hann ekki þar ástæði þess að hafa sakamál á hendur lækninum, varðandi að hann byrja ábyrgð andlát hennar, af því hún hefur tekið of mikið af lyfjum þá eftir hún kom heim, sem hún gerði ekki. Ég hjálpaði henni upp í rúm
þetta umrædda kvöld. Ég beti ef hennar sængina. Hún hefði ekki getað að opna pilluglas. Og það er enginn að segja mér að dóttir mín hafi verið eitthvað misnóta lyf. Ég vann þannig vinnu áður og ég hef þekkingu á þessu. Hún hefur aldrei getað verið að ánóta þetta heima á mér. Það er bara það. Ég spurði áðan svona fordóma gagnvart fólki í neyslu inn í heilbrigðiskerfinu. Síðan til annað fyrirbrigði sem er þegar að svona velsett fólk í samfélaginu lendir eða gerir eitthvað, lendir í ykkur eða gerir eitthvað, að þá svona tilhneiging til þess að við höfum svona meiri samúð með þeim. Við þekkjum þetta í sambandi við kynbundið ofbeldi, að það eru ykkur svona velsettri kallar og sumir krefjast þess að þeir eigi að bera ykkur ábyrgð á því og þá verða að vísa til þess að það er svo mikið fall fyrir þá. Þeir eru svo hátt uppi í samfélaginu að það er svo mikið áfall fyrir þá að lenda í einhverju slíku. Og þeir kannast við þetta. Það er svona, og það er líka innbyggt inn í samfélaginu okkar að meðumkun okkar getur sko snúist mjög hratt til þeirra sem eru eiginlega betur settur eða hafa svona áhrifastöðu í samfélaginu og annað slíkt. Heldur að þetta sjónarmið þeirra sem er að rannsaka þetta og taka ákvarðanir ákæru eða hjákæru, því þú nefndir það áðan að læknirinn sæi eftir þessu og væri alveg eyðilagður yfir þessu, að þar með sé hann búinn að taka út sína refsingu af því hann hefur svo mikið að missa. En ef þetta væri einhver sem að samfélagið metur sem svo hafi lítið að missa, stendur mjög veikt, að þá hefur við kannski bara ágert hann. Heldur að það spilir inn í þetta? Mér finnst þetta alveg rétt lýsing. Málið er það að hjá landlækni þegar ég mæti þar með mínu lögfræðing út af þessum málu sínum tíma, þegar ég spyr hvaða afleiðingar hefur þetta fyrir læknin, þá segir landlæknir já, hann er í veikindaleyfi. Já, segir ég, er hann í veikindaleyfi? Já. Og hvað svo? Já, þegar að það verður metið, hann gæti hafið störfu aftur, þá hefur hann störfu aftur. Hver metur það? Læknir. Og ég sagði já, það er bara það. Það er bara annar læknir sem metur það. Og þá svona kom þýnsli í viðtali. Ég get hvergi séð að þetta haft einustu afleiðingar fyrir hennar lækni. Hann var í leyfi að hann segir sjálfur í heilt ár og svo bara fór hann að vinna aftur til læknir. En sem ég hef alltaf leitast eftir hvaða afleiðingar, hvað úrskurðaði landlæknir gagnvart honum. Ég hef hvergi fengið að sjá það. Ég var að lesa... Það má segja hann að það fer í sjálfskipað og útlegði í eitt ár, þetta segir það. Þegar að, þetta skeiður 27. mars 2020. Ég fekk heiftarlegt brísbólgukast í endan október það ár. Hafði aldrei fundið fyrir brísinu. Nema ég lendi fyrir sjúkrabíl upp á bráðamóttöku. Það fyrsta sem ég segi þegar ég kemur hjúkrunarfræðingur til mig, ég vil alls ekki að viss læknir fá að koma hérna að mér. Þá segir hún, hvaða læknir það? Ég segi Hlynur Þorstinsson. Þá segir hún, þú ætti ekki ágra því hann er að klára vaktina. Halló, hann var ennþá að vinna. Það sem ég skildi ekki, að hverju hann ennþá að vinna, hvaða afleiðingar hafði þetta fyrir læknin. Það mun ekki verða meiri því að það eru öll málum lokið í þessu, eða hvað? Já, en sem ég get enga með kynnt, það er bara þannig. Að lesa, til dæmis, ég er með útskrift af yfirheyrslu hjá rannsóknarlögreglunni yfir þessum lækni. Það sem hann mæti með sinn lögfræðing og lögfræðingurinn má segja stýrir yfirheyrslinni sem ég taldi til að sé ólöglegt. Hann segir það hann spurði þar hvaða afleiðingar hafði það fyrir hálfur landlækni. Engin afleiðingar. Og
hvað meinar þú, segir rannsóknarmaður, nei, engar afleiðingar. Og hvað á ég að setja með það að maður sem ég tel sem aldur og andlátið dóttur mína að það hafi engar afleiðingar fyrir hann. Ég get bara ekki... Getur ekki setja við það? Því að þetta mál allt saman, ég er búin að fara yfir öll gögn, ég hef all gögn hérna bara á borðinu hjá mér og það er svo mikið óheðilegi. Menn segja ósatt, hagræða sannleika. En Kristján, hefur ekki eitthvað sagt við þig á þessum tíma? Viltu ekki bara sleppa þessu? Getur ekki... Margir. Margir. Ég veit það. Hverju svarar slíkur? Get það ekki. Ég svara, sko, þótti rosalega, þykir rosalega vænt þess að dóttir mína. Og ég get ekki sagt mig við það þurfa enginn að bera ábyrgð á andlát hennar. Mér finnst það alveg svakalegt. Menn hafa sagt við mig, þú voru að hugsa heilsuðina, þú hugsa hjarta, ég farið stóra hjartaaðgerð og allt það. En ég get bara ekki tekið til hausnum á mér. Ég býst við að einhver af þeim sem að koma til þín og segja, vilt ekki sleppa þessu, Kristján. Þetta fer bara illa með þig. Að þau segja kannski svona, ég meina, dauðinn er óréttlátur. Dauðinn er ógeðsleg skepna. Það er svo mikil óréttlæti í því að það er bara hryllingur. Og og þú ert ekki að reyna að flytja það óréttlæti yfir á þennan eina lækni. Hvað segir við svoleiðis? Sko, málið það. Ef að ég hefði fundið einhvers staðar, í einhverjum sem öllum sem gögnum sem ég hef með, að þessi maður sem ég tel að bera ábyrgð andlátunnar hefði yfirrast. Þá væri kannski viðfram eitt öðru vísi. Meðan ég finn það, hef ekki fundið það og hann hef öllum gögnum sagt ósatt, logið, þá get ég engan veginn sagt mig við það. En hann hefur ekki talað við þig og beðist afsökunar? Ég hef ekki viljað að tala það. Málið, ég var Hefur hann boðast til þess sem ég var að spyrja? Ég var spurður að því hjá landlækni hvort ég vildi hitta hann. Ég sagði nei. Ég var boður á fund hjá Spítalann og það mættu alltaf ekki verið 6-8 manns sem sátt á móti mér og lögfræði mínu, sko. Jón Magnús mætti þar sem hann var þá yfirlæknir bráðamóttunar og hann byrjaði fundin að segja að hann bæði innilega afsökunar fyrir hönd bráðamóttunar. Já, fyrir hönd bráðamóttunar. Og ég sagði bara við hann, Jón Magnús, ég ber enga kala til þín. Ég hef ekkert með gótt þig að segja og góð reynsla þínu störfum. Það bara allt annað mál heldur en gátt þessu lækni, sagði. Því að ef ég má, sko, að lesa það sem hann segir í yfirreyslu hjá rannsóknarlögreglu. Hann segir að það sem að hún var byrjuð að taka pensilín, þá ákvað ég að vera best við að fara heim. Hann vissi ekkert að tekja eina töflu pensilínu þegar hann útskrifaði hana. Hann vissi ekki fyrir hann seinna meir. Og hann segir, þetta var miðjan dag. Það taldi mér óvægt að senda hana heim, hún kæmi þá bara aftur kvöldið. Þetta var kvöldið sem hún var inn á spítalann. Hún kom einhverja 11 kvöldið. Þetta allt eftir þessu öll hans yfirreysla. Þú mátt ekki halda að ég sé að teljiður kjarkahaldabarður áfram því að þetta eru spurningar sem ég veit að þú hefur velt fyrir þér og fleiri öðinni. Mér finnst það sjálfsagt að því að fólk sem í svipari stöðu þú að velta fyrir þér hvenær á ég að halda áfram eða á ég að gefast upp. Málið það, sko, að svo þegar maður ég alveg viss það, þessi maður uppfullulega fordómum. Ég náttúrulega googla þennan mann kanadíski blaðamaðurinn sem lenti inn á bráðamóttöku og skrifar það að þegar hún spurði hennan lækni þá hún talið sæmilega á íslensku þá verið betra þessum veikin hún fengi að tala við hann ensku hann hélt nú ekki hún skildi bara tala íslensku á Íslandi og hann lýsi hvernig hann gerði í því að henni myndi finna til þegar hann var að skoða hana. Ég tók eftir mynd af henni og hún var með lokk
Nei, það verið nú. Anna-María, þú hefur fylgst með baráttu Kristjáns. Já. Finnst þér hún vera mikilvæg? Mikilvæg, já. Ég var ekki búin að taka eins og eftir henni fyrir bara rétt þegar henni hafði samband við þig, skilju. Það finnst mér líka ógeðslega skrítið. Akkur var ég ekki búin að segja það? Því að meinar að akkur hefur ekki meira verið sagt frá þessu? Já. Þú veist. Þetta er alveg, já. Og ég svona, og þú veist, þetta sem hann er að segja, þetta er bara raunin, veistu það, ég var upp á spítala, ekki verið svo lengu, með stelpu, sjá með tattoo. Ég sagði, felldu tattoo. Já. En ekki allir með tattoo í dag? Mér finnst ég verið svo eini eftir sem ekki með tattoo. Já, það maður kannski með... Já, kannski á vitlausu stað. Ég býst við það að fólk sem með tattoo svona á andlitinu og fá öðruvísi þjónustu. Já, var svona, þú veist, og fólk sem með ringi á vitlausu stað. Þó þú var ekki með ring eins og kantíska blaða, þá var hún svona svipið tattoo og hún og eitthvað. Og ég bara að fela tattoo þitt. Þú veist, ég bara svona, þetta er bara ógeðslega svona, og líka það að Kristján, hann er búinn að berjast að hafa rosalega fáirðanlega kraft. Og það, þú veist, að líka bara hann spurði mig einmitt, þú veist, talaðu við landlækni þegar ég sagði hann mína sög. Nei, ég hafði ekki vitað, ég hafði ekki kjark þess, ég viss, þú veist, ég hafði enga sjálfssprengu. Og þú slafst líka, þannig að... Já, en samt það er náttúrulega að þú veist, læknaskýrsluna, skiljur, sjúkrahússkýrsluna, þú veist, þá sérst alveg hvað það er að skrifa mig og að, þú veist, og það er líka logið og ég kannast við það einmitt þar sem þú, Kristján, er að segja, sko. Þar stendur alveg að læknirinn hafi hringt í mig, sko, hann hringdi aldrei í mig, sko, einhver önnur kona, sko. Þannig að, þú veist, það er alveg... Maður gæti, sko... Það er mikil svona valda ójafvægi inn á spítulunum. Sjúklingurinn er augljóslega neðstur. Ég segi nú stundum að þetta lesa í búningu, sko, læknarnir eru í hvítu og svo eru sjúkraliðarnir í grænu og sjúklingurinn har haft berta aftan, hann er maður með rassin úti einhvern veginn til þess að minna mann á hverju staðamanns í gonguláröðin er. Maður gæti tala svona. En auðvitað er þetta ekki þannig, að því að þegar maður leggst inn á sjúkrahús þá finnum maður að maður er að vinna í fólki sem eru valið sér umönnunarstörf að sumuleyti bara vegna þess að fólk brennur fyrir það. Og það er maður finnur samkennd og fólki vill að maður gera allt fyrir maður að gera. En innanum er kannski fólk sem er ekki alveg þannig og sem á kannski meiri erfiðleikum með þetta valda ójafnvægi sem er að læknirinn getur bara eins og í þessu tilfelli sendt sjúklingin heim raunverulega gegn hvatningu hjúkrunarfræðinga. Er þetta persónulegt vandamál einstakra starfsmanna eða er eitthvað inn í kerfinu sem er? Það er náttúrulega inn í kerfinu að því leyti að þér finnst kerfið vera að verja læknana. Því herra sem út settur í kerfinu, því meira ver kerfið. Sko, það sem að ég hef svona, sko, að ég hef oft sagt líka að ég er alls ekki að finna að öllu heilbrigðiskerfinu. Ég farið margar aðgerðir og síðustu 5 ár hef ég farið 15 sinnum eða 16 sinnum inn á Landspítalann og er að fara núna eftir mannamótin. Sko, alltaf í svæfingar og leggst inn í kjölfarið 1-2 daga. En ég hef aldrei í öllu mínum ferðum ég hef farið stóra opna hjartaaðgerð, ég hef farið við 3 brjóstsaðgerðir. Aldrei orðið varðin nema kærleika, góða umönnun, aldrei nokkuð tíman. En eins og ég hef sagt að það getur lengst innanum skemmt epli og í þessu tilfelli er það. Og það sem hún er verið að tala um að ósarrátt í mínu skrifum sem ég hef verið að skrifa inn á Facebook og viðar og komið í viðtöl þá hef ég fengið svörum frá fólki sem skrifum mér inn á Messenger sem hef ekki þorað að láta nafnsins getið sem með sögur af sama lækni og ég vil ekki vera að tala um það hvaða sögur það eru því að
ég hef einhver sönnu fyrir því nema sem það var sagt mér. En það málið allt sem ég hef verið að segja hef ég sönnum fyrir, skilur. Það bara, ég með allar yfirreynslu og mér finnst bara að sko þessi læknir eins og ég var að lesa hvað hann segir jafnvel lögfræðingunni spyr hann í viðtali hjá rannsóknarlögreglu. Pappennar hefur yfir séð lífi hjá henni eitthvað, þess að koma yfir á mig, skilur við, að hún dó. Við veitum þetta svo rótið og þess að þá segir hann, já, ég treysti náttúrulega fyrst fyrir heim miðjan daginn og hún væri þá í góðri umsjó föður síns og hann myndi passa upp á hana. Hvað felast því þessu orðum? Hann fann að saka mig að það sem mér að kenna að dóttir mín dó. Á ég svo að segja, hörðu, ég var að gleyma þessu lækni. Nei, ég get það ekki. Hörðu, Kristján og Anna-María, takk fyrir að koma og segja þessa sögu og sem mikilvæg. Takk fyrir. Já, takk fyrir komin. En við ætlum að halda áfram við rauðaborðið að fjalla allt annað mál sem kemur hér eftir örskamma stund. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Já, við ætlum að ræða aðeins núna efnahaginn eða ríkisfjármál. Það eins og við gerum hérna oft. Það eitt hugtak sem hefur komið hérna fram og var nú bara síðast í gær að í umræðu okkar hérna í þættinum Synir Egils að þá vorum við að ræða það sem að Kristrún Frostadóttir sagði á fundi Samfylkingarinnar helgina að það ætti í annarri umræðu fjárlaga, ætti að koma fram einhverja breytingar, efnahagspakki og húsnæðis átak. Og þá var bent á því hérna að það búið að samþykkja stöðugleikareglu sem að bindur hendur þingsins, þannig að kannski má ekki reikna með of miklum breytingum á milli umræðuna og eftir kom eiginlega hugmyndir það verður ekki aðeins að ræða hvað þessar stöðugleikareglur eru. Og ég fór á stúfana og ég fann Sögu Guðmundsdóttur sem aðalhagfræðingur Sambands íslenskra sveitarfélaga, vannst í fjármálaráðuneytinu, hagfræðingur. Þú var þetta verkefni að útskýra fyrir mér, þannig ég skilji, hvað eru stöðugleikareglur og af hverju eru þær? Akkurat, kannski allt í lagi að fara í grunninn og svona kannski frá 2016 þegar lög opinber fjármál eru samþykkt og sett á laggirnar og þar inni eru þessar fjármálareglur sem að tryggja sjálfbærni og stöðugleika en líka önnur grunngildi lagana sem eru varfærni, festa og gagnsæi. Á þeim tíma voru settar þessar svona tölulegar fjármálareglur sem var annars vegar þá skuldaregla. Það er ekki svo að máttu skulda mikið sem hlutfall af landsframleiðslu? Akkurat, og það er ákveðin svona skuldaskilgreining og svo ef þú varst yfir þeirri skuldareglu þá tók við skuldalækkunarregla þannig að það var ákveðin regla það hvernig þú þurftir að haga þínum fjármálum til þess að ná þér aftur undir þetta þak. Nú svo var líka þessi afkomuregla sem að var í raun svona jafnvægisregla yfir 5 ár. Sem regla það hversu hallinn má vera mikill. Akkurat, yfir 5 ára tímabil. Já, og þú gast verið kannski halla 1 árið en yfir þetta 5 ára tímabil þyrftur að vera að minnstu kosti á 0. Þannig að það kæmi eitthvað áfall eins og kannski gjaldþrot Play veldur því ekki en gjaldþrot Vá eitthvað svoleiðis, þá máttu gera eitthvað svona í 1 ár en yfir 5 ára tímabil þá ferði ekkert frá þessari reglu. Akkurat, og það sem var líka í þessari afkomureglu þú máttir samt þó aldrei vera í meiri halla en 2,5% af landsframleiðslu. Og þessi Sama hvað gengi á. Annars þyrftir bara að taka þær úr sambandi. Sem var gert í COVID. Sem var meira og minna gert og það er bara akkurat málið. Það er ástæðan fyrir þessari endurskoðun á fjármálareglunum. Er það að fjármálastefnan frá því að þetta var sett á 2016
hún var ítrekað endurskoðuð og svo fjármálareglurnar teknar úr gildi náttúrulega 2019 þegar að vá fyrir hausinn og svo aftur 2020 þegar við fáum heimsfaraldurinn í fangið og átti ekki verið að setja aftur á fyrir raunverulega 2026. Þannig að þær voru raunverulega kannski ekki að gegna sínu hlutverki vegna þess að þær voru meina minna teknar úr sambandi sko. Og það á ekki bara við Íslendinga, þetta var tekið úr sambandi í Evrópusambandinu? Já, akkurat og þess vegna hafa margar aðrar þjóðir verið að horfa líka til sambærilegra reglur eins og stöðugleikareglunar sem kannski grunninn útgjaldaregla en að ýta undir stöðugleika. Vegna þessa útskýrtu þetta svo ég skilji? Já, sko þetta setur raunvexti útgjalda ríkissjóðs skorður og í þeim skilningi þetta oft kallað erlendis expenditure rule, útgjaldaregla. En það sem þetta gerir, afkomureglan fyrri, þannig ég klári það líka, sko, hún var mjög mikið að tryggja sjálfbærni opinberra fjármála, en hún var ekki nægilega góð til þess að ýta undir stöðuleika. Það að segja, vegna þess að ríkissjóður er mjög stór, að hann beiti sér með þeim hætti að hann sé alltaf að reyna að jafna út hagsveifluna. Vegna þess að það gott fyrir bara alla á Íslandi. Það segir hagfræðingarnir. Já, akkurat. Það var að ríkissjóður, hann má eyða þegar það er samdráttur. Akkurat. En þegar það er þensla í samfélaginu, ef að ríkissjóður eyðir þá ýtir hann stórkostlega undir þensluna og þess vegna á hann á þeim tíma að draga saman. Þá ýtir þú á bremsuna. Og afkomureglan gamla, hún var ekki að styðja við efnahagslegan stöðugleika. Hún tryggði sjálfbærnina vegna þess að hún var fremur hörð en hún var ekki að styðja við þennan stöðuleika vegna þess að hún er 5 ára regla og það sem hún inniheldur talsvert mikið svona freistni vandamál það þú svona eftirlætur næstu stjórnvöldum að passa hún gangi upp. Sérstaklega því þetta nær yfir kjörtímabilið. Akkurat. Og en þannig að þessi útgjaldaregla, hún að horfa til svona langtíma vaxtar framleiðslu getu þjóðarbúsins, eða svona hvernig íslenska þjóðarbúið vex að raunverði. Hver er reglan? Hún svo að raunútgjöld mega ekki vaxa meira heldur en 2% á ári. Og ef að þú ætlar að láta þau vaxa meira, útgjöldir ríkissjóðs, þá mynd þú þarf að fara í tekjuraðstafanir á móti. Þannig þú mátt það? Þú mátt það. Þannig að stjórnvöldum alveg heimilt að auka útgjöldum miklu meira að raunvirði heldur en 2%, en þá verða þau að fara í skattheimt á móti. Gerðu greinamunur á því í hvað eitt? Því að maður gæti, og það var sömuleyti gagnrýnt í tengslum við COVID-aðgerðirnar, að það var náttúrulega ekki gagnrýnt í sjálfum sér að ríkissjóður grípi inn í til þess að mæta þegar það er slökkt á heilli atvinnugrein og ýmsum ástæðum öðrum. En það var gagnrýnt að undirliggjandi væri eiginlega ofeyðsla sem að væri í ríkissjóður. Það væri stjórnvöldum, kannski pólitískt að ríkisstjórn var þannig samsett að það var ekki annar hópurinn vildi draga úr útgjöldum og hinn vildi auka skatta og þannig að þeir náðu ekki saman. Þannig að það var látið malla svolítið eiginlega svona eyðsla og það sé slæmt. En hins vegar ef ríkissjóður ákveður til dæmis að reisa virkjun eða eitthvað slíkt, eða fara út í framkvæmdir sem að munu auka tekjur okkar til lengri tíma, það er góð umframleiðsla. Akkurat. Gerðu greinamunur á? Það gerðu greinamunur á. Það eru ákveðnir útgjaldaliðir sem eru undanskildir þessari reglu og það til að mynda fjárfestingin eins og þú kemur inn á og hún náttúrulega, þú veist, það væri skammsýni að draga úr henni til þess að uppfylla fjármálareglur. Þannig að hún náttúrulega eykur verðmætasköpun til lengri tíma og velmegun. Þannig að það tekið út fyrir svega og þetta vegna þess að það líka, það hefur verið tilhneigingin í reglum og fjármálareglum að skera niður fjárfestinguna til þess að uppfalla þar. Vegna þess að það er erfitt að gera það á öðrum stöðum. En þannig að fjárfestingin undanskilin. Og viðhald og svona... Já, sem að fellur undir fjárfestingu. Fólk getur alveg séð fyrir sér að þú dregur fyrst niður fjárfestingu og svona viðhald og eitthvað sem þú heldur þú getur sparað. Akkurat. Það kemur svo í nakkan á þér. Akkurat. Sem svolítið það sem við höfum líka verið að sjá á sveitarfélagastiginu, þannig ég komi kannski aðeins inn á það vegna að það nú mjög nálagt mér núna að við séum það til dæmis í hruninu þegar að skuldir sveitarfélaga aukast mjög mikið. Fyrsta sem dregið saman eru náttúrulega fjárfestingarnar og við höfum aldrei náðu sömu hæðum þegar kemur að fjárfestingarstigi sveitarfélaga eins og fyrir fjármálahrunið. Og þá að veikja sveitarfélagin og samfélagi til lengri tíma með því að fjárfestingi. Sannarlega. Þetta svona svolítið eins og piss í skófans. En það sem fleira undanskilið, það eru til dæmis atvinnuleysistryggingar og fleiri þættir sem eru mjög hagsveiflu tengdir, jöfnunarsjóður og fleira sem eru þarna og vaxtagjöld vegna þess að þau eru náttúrulega falla fortíðinni. Það eru teknir út þeir útgjaldaliðir sem bæði
er ekki þjóðhagslega hagkvæmt að láta falla undir reglunar eins og fjárfestingin, en síðan líka aðri liðir sem að eru mjög sveiflukendir eða jafnvel bara vegna þess að stjórnvöld hafa ekki stjórn á þeim. Þannig að nú eru þau bara með sko 80% útgjaldana falla undir þessa reglu og þau hafa góða stjórn á því, þar að segja þeim útgjöldum. Og það sem er líka gott við þessa reglu í samanburði við gömlu afkomuregluna er það afkomuregluna náttúrulega þá þurftur að vera með spá yfir tekjurnar þínar og spá yfir útgjöldin. Og að spá tekjunum er bara þræl erfitt. Þær eru, það fylgir bara þjóðarspá og við vitum alveg að þjóðarspár taka breytingum mjög hratt. En samt er þetta byggt á þau grunni. Bara fjárlögin og allt er byggt á okkur þjóðarspá. Þannig að þó svo allir viti að þetta er nú svona bara svona besta ágískunin okkar. En þú hefur stjórn á útgjöldunum með betri hætti vegna þess að eins og til dæmis bara síðasta fjárlagaár 2024. Ég held að ríkissjóður hafi verið 100 milljónum, 80 milljarðar eitthvað svoleiðis sem þau voru að vanspá tekjunum. Það er erfitt að spá fyrir þar. Sérstaklega þegar að sko þjóðarspá verður hálf pólitísk og það er svona vilji á því að verðbólguspáin sé lægri. En svo þegar verðbólgan fer yfir að þá er það tekjurnar sem að aukast en útgjöldin eru bundin ákvörðunum. Þannig að það verður til svona fróðu afgangur eins og stundum hefur verið kallað. Já, svona umframtekju, akkurat. Umframtekju sem er dæmi eitthvað sem kemur í hnakkan á þér. Þannig að ef þú ert fjármálaráðherra ekki fagna of mikið þegar þú fær slíkan afkomu bata. Því að hann útgjöldin eftir að skjótast upp aftur. Akkurat. Herðu, þetta er svona, kemur á í okkar heimsluta, getur sagt svona á nýfrjálsvíkjutímanum og hefur verið mikið notað. Og að sömuleyti þá sér maður svona, ein afleiðingin af þessu er það að ríkissjóður, hann hefur ekki efni á fjárfestingu. Og þá er sagt að þá er sniður að fara út í einkafjárfestingu. Við getum bara tekið eitthvað svona dæmi eins og Ölfusárbrúin sem var reynt að koma í einkafjárfestingu. Á sömuleyti er það til þess að komast undir einhverja slár í einhverjum settum stöðuleikareglum og öðru slíku. En er kannski þjóðhagslega erfitt að færa rök fyrir því að sé hagkvæmara vegna þess að þeir sem að munu taka lán til að framkvæma brúna eða byggja brúna, að þeir taka lán á hærri vöxtum og líklega verður kostnaðurinn við að byggja hana meiri heldur en ríkið, því að ríkið hefur sá sem að geta fengið lægstu vextina og yfirleitt er þetta stóra framkvæmdir sem vaxtakjörin skipta miklu máli og langu framkvæmda tíma og annað slíkt, að það verður til oft svona einhver svona æfingar sem fyrir okkur hin sem virkar svolítið þannig. Að af hverju erum við að kjósa það að setja þetta í einkaframkvæmd, af hverju bara framkvæmum við ekki, þetta er dæmi þetta er Ölfusárbrú liggur túristaslóðir á Suðurlandinu, eiginlega erfitt að finna betri fjárfestingu fyrir okkur sem þjóðfélag en að skella í eina Ölfusárbrú, en þá er látið eins og ríkið hafi ekki bolmagn til þess. Það ætti allavega ekki að koma til vegna stöðuleikareglunar, vegna þess að fjárfestingin er þar náttúrulega undanskilin. En það tala menn alltaf þannig. Já, það má vera en þá voru menn að knýja kannski á einhverja bara pólitíska niðurstöðu og nota þetta sem tæki. Ég bara þekki það ekki, en það sem er náttúrulega við þessar reglur er náttúrulega þannig að það er bara ákveðin hluti hins opinbera sem falli undir þér. Já. Og það er bara ákveðin hluti útgjaldar sem falli undir þér og ákveðin hluti skuldar sem falli undir þér. Þannig að þú getur alveg komið með ýmsar gagnrýni á fjármálareglunar eða tölulega fjármálareglur vegna þess að þú ert náttúrulega bara út svolítið að velja hvað fellur undir og þannig að það er ekkert endilega víst að þegar þú tekur allt batterið saman, það er að segja bara allt sem fellur undir, ekki bara A1 hluta ríkissjóð eða A2 eða þetta er náttúrulega ólíkir ríkisaðilar þann undir. Að þá kannski, þá má alveg velta því upp hvort að það er raunverulega ít undir sjálfbærni og stöðuleika. Það fundið að með Grikkinni notu ýmsar aðferðir við að íta raunverulega skuldunum eitthvað í burtu þannig að sæjist ekki í ríkisreikningi. Einmitt, það er ýmislegt að Við getum tekið eins og einkaframkvæmd eins og á göngi fyrir norðan sem að kannski öllum átti vera ljóst að á endanum er áhættan öll hjá ríkinu eða almenningi. En þess vegna er bara mikilvægt í þessu samhengi
hvað sem að verður bara gott eftirlit og það þarf því bara að vera með mjög sterkt fjármálaráð og meira segja var alltaf talað að það yrði hvað var það kallað á sínum tíma, nú það náttúrulega innviða félag en það var alltaf fjárfestingafélag og eitthvað svona, það bara skipti miklu máli að það sé bara eftirlit með öllum þessum stórframkvæmdum og öllu sem í gangi og líka bara fjármálunum að þú sért ekki að setja út fyrir búa til eitthvað annað til þess að það fari út fyrir fjármálareglum því að þá erum við bara í einhverjum skrýparleik sko. En við erum mest að tala verkefni sem ættu að vera inni vegna þess að þau mælast ekki vegna þess að þetta eru framkvæmdir og þú hefur sveigjanleika til þess að byggja upp innviði og eitthvað fleira. Það er ekki þannig að við sem einhvern veginn stöðu að við getum ekki reist innviði á Íslandi. Við höfum að ríkisvaldið er öflugt og burðugt og getur gert sko. Já, en það er líka, en það er ekkert endilega þar með sagt að það sé allt best á höndum hins opinbera og til dæmis eins og samtöku innan það var svo sem verið að benda á sem mjög áhugavert sko. Fyrir sjáleiki opinberu framkvæmdum til dæmis ekki nægilega mikill og þau vilja meina að opinberu aðilar geta sko spara sér 11% framkvæmdakostnaði ef þau myndir raunverulega plana meira fram í tíman sko. Kannski eru við bara kannski erum við bara fremur skamsýn þegar kemur ofta þessu sko. Já, og að við værum til þess að bora, að leið og borin væri búin fyrir austan að þá þann keyrður vestur að bora. Og við eigum svona dæmi opinbera framkvæmdir í Íslandsugunni eins og til dæmis var framkvæmda stofnun, hvað hét hún þetta sem að byggði upp Breiðholtið sem að innleiddi til þess flekamótin og eitthvað fleira og það var einmitt nota til þess að byggja bara hverja blokkina fætur annari, náðist niður byggingakostnaður og var þessi fyrirsjáleiki til þess að ná fram sem hagkvæmust í byggingu. Þetta var allt gert á vegum eins og opinbera sko. Þannig að það er ekki þannig eins og að opinbera get ekki Nei, en þetta bara sambland af báðu er ábygglega vænlegast. En þetta hefur blandast inn í mjög svona harða pólitík, það sem svona hugmyndur hvoru megin eiga framkvæmdirnar að vera, hjá hennu opinbera eða hjá einkagerum og menn nota svolítið þessar reglur. En er rétt skilið hjá mér að segja áðan að þetta eru mannanna verk þessar reglur? Já. Og við höfum að hafa það í huga. Stundum látið eins og þetta komið frá Guði að Guð banna okkur að... Nei, og ég held að bara að sagan sýni það að við erum öll að prófa okkur áfram sko. En þessi stöðuleikaregla er ekki dregin upp úr hatti á engum tíma sko. Margar alþjóðlegar stofnanir hafa bent á að lönd ættu að vera að horfa til þessa og lánshæfismatsfyrirtækin hafa beinleinis bara mælt með því við í sínum úttektum á ríkissjóðu sko. Þannig að það eru ýmsir aðilar sem að mæla með þessu. Já. Þú ert að vinna fyrir sveitafélögin. Já. Og sveitafélögin, þeim eru settar skorður. Já. Það er ef að þú skuldar of mikið, þá endar bara inn á einhverju svona bráðavakt inn í fjármálaráðuneytinu, inn í innviðaráðuneytinu heitir núna, sem er með sveitafélögin. Og þannig að staða þeirra mjög víða er þannig að þau eru eiginlega mörg sveitafélög hafa ekki mikið svigrúm til uppbyggingar í samfélaginu? Sko, það er náttúrulega mismikið sko. Við erum ennþá með 62 sveitafélög. Það var endar kosið sameiningu núna mjög nýlega sko, en sko fjármálareglur sveitafélaga eru kannski sambarlegar gömlu fjármálareglunum hjá ríkissjóði. Þau eru annars vegar með sko skuldareglu þar sem að þú ert með alltaf A og B hluta saman. Og þau með ekki skulda meir en 150% tekjum og það eru nú ekki mörg hvort það séu 2 sem eru þar í mörkunum. Og má ég taka A og B hluti? Já. Í B hlutanum eru þá fyrirbrigðin svo Orkuveitan? Já. En núna er reyndar innviðaráðuneytið að leggja til að það fer undir C-hluta sem að verða breytingar og því að nú er verið að leggja til breytingar á sveitarstjórnarlögum. Sem er kannski að því hvað er óhagkvæmt að sveitafélag sem á svona stór fyrirtæki, stór innviðafyrirtæki, að það sé tekið þá til hliðar og sett í C-hluta. Já, og fari bara raunverulega takið mið af þeirri ábyrgð sem að þau bera einhvern veginn. Okay. Og það er A og B hluti með ekki skulda meir en 150% af tekjum og svo verður A og B hlutin sambarlegt og afkomureglan sem að ríkissjóður var með, það verður að vera jafnvægi á rekstrinum á 3 ára tímabili. Og þetta hafa verið fjármálareglunar, svona hér bil bara alveg í einhver tíma. Nú stendur til, vegna þess að nú eru verið að leggja fram svona breytingatillögur á lögum sveitarstjórnarlögin, að setja líka fjármálareglur á A-hlutan. Þar verði þá skuldahlutfallið jafnvel lægra, 110% lagt til af innviðaráðuneytinu og svo sömuleiðis sama afkomuregla eigi við.
þar segja rekstrarniðurstaðan fyrir við þá yfir 3 ára tímabil alltaf að vera jákvæð. Og þannig að svona í ljósi þess hvað ríkissjóðurinn í búið að gera, þá er svona spyr maður sig hvort að það sé í raun gefi í raun nægt svigrúm til þess sem eins og þú segir sko, að ráðast í hraða innviðuppbyggingu. Já. Vegna þess að það hefur sannarlega ekki verið nægt svigrúm og eins og ég kom inn á áðan sko, fjárfestingastigið lækkaði mjög mikið í fjármálaáfallinu og við höfum svona verið að reyna að ná okkur upp svona frá 2017-18 en þó aldrei á sömu hæðum eins og fyrir fjármálahrunið og við höfum þar með aldrei unnið kannski almennilega á innviðaskuldinni og við sjáum það hjá samtöku innanins taka svona ástandstjekk á opinberum innviðum og þar eru fráveiturnar og sveitarfélagi vegirnir í sérstaklega vondu ásökumulagi. Og fráveiturnar eru frægar í pólitíkinni að því að það eru, þú skorar ekki í kosningum eins og ég held að Ingibjörg Sólrún hafi bent á það. Ekki íþróttahöll, stærsta framkvæmdi sem hún stóð fyrir hafi verið sko tiltekt í fráveitunni. Já. En það verið enginn þakka henni fyrir það. Nei, akkurat. Sjálfnast þannig, akkurat. Það sést ekki. Nei, nefnilega ekki. En reynum að skoða rekstur sveitarfélaga og að því við erum að tala svona eins og orkuveituna sem er náttúrulega mjög sérstakt fyrirbrigði og að Reykvíkingar fjárfestu mikið í orku og vatnsveitum og öðru slíku stendur mjög vel. Seldu reyndar landsvirkjunarhlutann og eflaust þetta klóra sig í kollinu með því hvað að það hafi farið frekar ódýrt frá Reykjavíkurborg. En það er annað. En til dæmis er Reykjavíkurborg á félagsbústaði og þeir flokkast undir B-hluta. Og þar eru gömul fjárfesting í fyrirbrigði sem hefur hækkað mjög í verði umfram verðlag og þar leiðandi er ekki íþyngjandi fyrir Reykjavíkurborg. Eiginlega þvert á móti. Að það kemur eiginlega svona hagnaður á samsteypunni kemur oft vel út af því að það er verið að endurmeta eignir inn í félagsbústum. Sveitarfélag sem að fór ekki út í svona félagslega uppbyggingu á félagslegu húsnæði á sama tíma á Reykjavík og myndi vilja gera það. Því er næstu ómögulegt að gera þetta. Vegna þess að fyrstu árin og kannski áratugina að þá er þetta byrði fyrir sveitarfélagið og kemur inn í allar þessar gríðarlega skuldir og ef þú ert að byggja íbúðarhúsnæði þá er kannski fyrir opinberan aðilar alltaf að skulda 80% af því að það er líklega ekki til betri fjárfesting í heiminum heldur en íbúðarhúsnæði. Altså húsnæði sjálft, þótt að fólk geti mist húsnæði þegar að reyna að kaupa það en þá er sá sem er með veð í húsnæðinu til lengri tíma, það er fín staða og fín fjárfesting fyrir sveitarfélagið. En sveitarfélag sem myndi vilja fara út í og vera með svipaða stöðu, kannski hlutfall félagslegt húsnæðis af húsnæðinu í sveitarfélaginu, að það eiginlega getur ekki ráðust í þessa framkvæmdir út af skuldarhlutullum. Nei, akkurat og ég held að í þessu samhengi sé bara mikilvægt að átta sig á því hvað er líka verið að þá breyta með þessu uppleggi með frekari fjármálareglum. Það er ekki... Er það stífari eða eftir það? Já, það eru stífari. Það eru skuldarhlutfallið á til dæmis A-hlutan, jafnvel ennþá lærra. Það er 110 og ekki 150. Og þetta þarf svona náttúrulega að setja í samhengi við einmitt þetta endalösa ákall hraða innviðuppbyggingu og útlöndun lóða og byggingu hverfa og eins og þú segir, hvort sem að það séu þá félagsleg uppbyggingu eða önnur Þannig að já, það er alveg rétt Þetta má ekki vegna þess að opinberir aðilar hafa hlutverk að gegna og það má ekki binda hendurnar með þeim hætti að þau ná ekki að líka fjárfesta fram í framtíðina. Og þannig hafa hinn bestu samfélög í okkar heimsluta byggst upp með svona svolítið ákafri í opinberri fjárfestingu. Algjörlega. Og það er talin líka bara ástæðan, við sjáum bara fjárfestingu fara niður líka bara í mörgum öðrum löndum og það er svona talin ástæðan fyrir því að við erum að sjá minni vöxt í hinu vestræna heimi heldur en verið hefur Vegna þess að vanti opinberu fjárfestinguna. Já, eða bara líka fjárfestingu bara heilt yfir en opinberu fjárfestingin hefur verið að lækka Þetta er eins og núna þetta er pólitík og einu sinni var pólitík og hagfræði eiginlega sama í 19. öldinni. En síðan vildi hagfræðin verða svona sjálfstæð vísindi, óháð. Já, maður þarf að vanda sig þegar maður er hagfræðingur líka. En þetta er samt og maður gæti sagt að stöðuleikareglur og skuldareglur og annað slíkt hefur verið notað til þess að veikja afl hins opinbera
til þess að skapa svigrúm fyrir sko enga aðila? Ég myndi nú ekki segja það. Ég myndi segja að stöðuleikaregla sé regla sem er reyna að tryggja sjálfbærni og stöðuleika í samfélaginu eða bara þjóðarbúinu. Bæði sjálfbærni og opinber fjármálagning sem það skiptir gífurlega miklu máli. Að hér séu við ekki að leggja mjög þungar byrðar á komandi kynslóðir með bara raunverulega ósjálfbærum bara með ósjálfbærum opinber fjármálum. Fjárfestingar er ekki eyðsla? Nei, það er annars konar eyðsla. Ég meina, þetta er fjárfesting alls konar. Hún getur verið gífurlega arðbær og svo getur hún verið með frekar lágan markvaldara, sko. En opinber fjárfesting er náttúrulega nokkurs konar svona grundvöllur verðmætasköpunar. Eins og ef við tölum bara sveitarfélögin, sko, ég meina eins og segir, sko, fráveitan, við sjáum það ekki. Þetta er náttúrulega gífurlega mikilvægt. Vatnsveita, vegir, byggingar, þú veist, þetta eru hlutir sem að margir að nota og skipta gífurlega miklu máli. Og að hér séu skólar sem er hægt að starfrækja vegna þess að annars er náttúrulega fólk ekki að komast í vinnu. Vegna þess að börnin eru heima eða hvernig sem það er. Þannig að en sannarlega eru fjármálareglur til hins góða. Þær eru að reyna að setja skorður og reyna að gæta þess að það sé ekki freistnivandi hjá stjórnmálamönnum sem að kannski koma og eru í 4 ár í senn, sko. Það skiptir máli svona til lengri tíma þessi stöðuleiki og þessi stöðuleika regla er bara mjög gagnsæ, sem er líka mjög gagnlegt vegna þess að sumir fóru að horfa til þess að vera með fjármálareglum hagsveifluleiðréttan frumjöfnuð og guð minn almáttur, sko, að útskýra það fyrir bara venjulegu fólki, sko. Það var reynt hérna þegar það gekk ekki of vel að minnka hallan á ríkissjóði. Þá kom þetta hugtak inn í kynningum fjármálaráðherra. Já, og það er notast við þetta. Sem hann vildi fá þetta er svo að vinna framrúðubyggarinn í fótbolta eða eitthvað. Hann vildi vinna einhvern byggar og hann kom með þennan. Akkurat, sko, en þetta er alveg mikilvægt hagfræðilegt hugtak að hugsa til, en það er ekki þar, þú veist, eftirlitið verður ekkert sérlega mikið ef þú ert að tala um eitthvað hugtak sem enginn skilur, sko. En í raun þá er þessi stöðuleikaregla fremur svona gagnsæ og þetta er 2% raunútgjöldum og það er bara tabla beinlínis í fjárlögunum sem sýnir bara, þú veist, þetta hérna er útgjaldavöxturinn að raunvirði. Nú við drögum frá þessar skattahækkanir, skilur, vegna þess að þá búið er til meira svigrúm og svo bara er útkoman, hún það bara að vera 2%, sko. Þetta er bara tabla sem er bara mjög skýrt, sko. Og svo þurfum við bara að vera með sterkt fjármálaráð og sterkar aðrar opinberar stofnanir til þess að veita þessu svona eftirlit. Og það er eitt í því að þá þarf stjórnvöld að taka mark á fjármálaráði. Já. Stundum kom það bara eins og svona eyja í umræðinni. Já. Maður sá ekki alveg að vera að fljóta á milli, sko. Nei, einmitt. Ég er allavega algjörlega talsmaður þess að hafa sterkt fjármálaráð og þessi marka því tekið. Og annað sem hefur verið gagnrýnt þegar við tala um pólitík og hagfræði, að kynningar frá ráðuneytinu verða líka að vera hlutlausar. Það megi ekki sko spinnast upp í svona hálfgerðan áróður að láta eitthvað líti út með eitthvað tilteknum hætti. Sem að ég hefur ákveðin svona tilneying undanfernu í þá áttina sem að ég held að allir ætti að andmæla að væri. Og meira þess að í sumulöndum er sérstakar sko stofnanir sem að fara yfir fjárlögin og eiginlega búa til eitthvað svona útlistun á þeim. Já, eins og í Bretlandi til dæmis. Já, er ekki OBR þar eða eitthvað slags? Já, einmitt. Jú, en fjármálaráð náttúrulega hefur það hlutverk. Já, en hún er ekki alveg svona, hún er eiginlega bara eins og umsagnaraðili. Í raun, hún matriði kannski ekki alveg sko framsetninguna eins og mér finnst. Nei, auðvitað ekki. Nei, það er alveg rétt. Og Seðlabanki svo sem líka aðili sem að veitir fjárlögunum aðhald, sko. Það er alveg þannig. Herðu, Saga, takk fyrir að koma og ræða um stöðuleikaregluna. Þetta er óskalag. Það var óskað eftir því að við myndum fjalla um þetta við Rauðaborðið. Já, ok. Þannig við tökum óskalög ef að fólk vil fá eitthvað til umfjöldunar, þá reynum við bara að verða við því. Já, briljant. Takk fyrir að veita okkur þessa þjónustur. Bara takk fyrir mig. En við ætlum að halda áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli er eftir augnablik. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
komið sæl og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og í hingatíminni komin Sigurður Þórðarsson, fyrrum stýrimaður og verslunarmaður, félagi Mýr til 50 ára, til þess að boða aðalfund fyrir hönd félaga sem hafa verið svona hver lengst í félaginu. Það hefur staðið þó nokkur styr félagið en nú loksins komið að því að boða aðalfund og þú ert hingað komin að segja okkur aðeins frá. Já, þegar það hefur ekki, stjórn, það hefur komin í það minnsta 6 ár síðan að þessi stjórn, síðan að stjórn hefur verið kjörin löglega í félaginu og í dóm sem fjall fyrir tæpum 3 árum síðan þá var síðasti aðalfundur sem að haldinn hafi verið dæmdur ólögmætur. Allar ákvarðanir aðalfundarins voru dæmdar ómerkar. Allar ákvarðanir stjórnar voru felldar úr gildi og svo að lokum þá féllst dómurinn á þá kröfu okkar að stjórnin, þessi ólöglega kjörna stjórn, hefði takmarkað umboð. Eins og það var orðað eins og dómarinn orðað að hún hefði leyfi til að kaupa kaffibakka og frímerki fyrir fundaboð og annað slíkt. En þeir hafa setið ennþá þrátt fyrir þetta og komið sér hjá því að halda aðalfund. Núna síðast 14. maí þá buðust þeir til að halda aðalfund og það sem við höfðum bent þeim á lengi var það að kjörskráin þeirra var röng. En á þeim tíma þegar dómurinn féll þá voru við ekki með rétta kjörskrá. En svo fengum við við þurftum að fá mann með tölvukunnáttu til að finna í gömlu tölvu Mýr kjörskrána og félagatalið og þá lögðum við það fram og við bentum á að ef að þetta fólk fengi ekki að sitja aðalfund að þá væri fundurinn klárlega og ólöglegur. Og hann var blásinn af? Já, þeir blésa hann af og blekkt okkur með því að segja okkur það að við skildum þá bara stofna sáttanefnd og ég skildi það þannig, ég var mjög feginn með þessa tillögu að fá sættir því að ég skildi það þannig að þá myndum við skoða félagalistan og kjörgögnin og fara yfir þessi mál og hélt að vera hægt að leysa úr þessu í bræðlagi. En það reyndist ekki vera því að þegar allt kom til alls þá hafði þetta bara verið notað sem agn til að fá okkur af vettvangi og blása aðalfundin af því að við vorum í meirihluta þarna og hefðum getað kosið nýja stjórn þar sem að þessi stjórn hefði ekki náð kjöri, augljóslega ekki. En þið ætlið að hafi boðað? Eftir þetta þá sendum við þeim bréf eða formanni fyrrverandi stjórnar sem eftir var og buðum upp á það að aðstoða við aðalfundin og því að við ætluðum að halda aðalfund í krafti neyðarréttar og því var hafnað þessu boði og á þeim grunni þá bara boðum við til þess aðalfundar í þeim tilgangi að reisa félagið við. Og þetta félag með heilmikla sögu. Þú hefur sjálfur verið félagið til 50 ára. Meira en 50 ára. Meira en 50 ára. Já. Og hvernig í ósköpunum flæktist inn í þennan félagskap? Já, það var þannig að í gamla daga þá var ég gallarður sósíalisti og ég hafði, og þá horfði maður til þessara fyrirmynda sem að við sáum þessu sósíalísku ríki og ég hafði áhuga að kynna mér það og það var nú kannski ekki allt eins og maður hafði vonast eftir, ég skal viðurkenna það en ég fór til Rússlands og
og ég sé alls ekki eftir því að ég kynntist aldrei menningunni þar og fólkinu og það var elskulegt fólk mjög og ég áttaði mig á því, ég var nú bara 19 ára að náti í Moskvu að ég fer á Borgarbókasafnið og ég sé að sko fleiri metra af íslenskum bókum og þá sé ég bara hvað þetta eru rosalega mikil samskipti, menningarsamskipti og reyndar viðskiptasamskipti sem að þessi ríki höfðu og síðan meir fekk ég áhuga að kynna mér þessa sögu og einhverju leiti spilaði Mýr inn í það sérstaklega og eingöngu náttúrulega menningatengslin og þarna kynntist ég að fólki líka í Moskvu sem að rússnesku fólki sem talaði íslensku ég minnist Steplan Kavinsky sem að koma gerð stóru íslensk rússnesku orðabókarinnar sem að bara geysilega merkilegt afrek og það var yndislegt að hlusta á hann hvernig hann talaði íslensku gamalt sveitamál hálgerða forn íslensku virkilega skaman, ég geti sagt marga sögur af því. Já, þetta eins og segir, það svo rosaleg saga og þetta svo mikilvægt tengsl og þau, grundvöllur þessari tengsla menningin, þetta menningafélag. Já. Og svo auðvitað friðarbandalag líka. Já, algjörlega. Og, já, og það hefur borið mikið á fordómum í garð Rússa, núna kannski eðlilega, segja sumir. Það stríð í Úkraínu og það auðvitað hryllingur. Það hafa verið alls konar stríð í gegnum tíðina út allan heim og en það breytir því ekki að fólkið gott. Já. Það ekkert endilega stríði. Bandaríkin hafa tekið þátt í flestum þeirra reyndar, þessum stríðum. Nú, já, ég ætla nú ekki að fara að rekja þessa Úkraínu-deilu, hún er náttúrulega miklu merkilegri og stærri og leiðilegri kannski heldur en Ríkisútvarpið hefur rakið. En Mýr hefur ekkert með það að gera. Nei. Ekki neitt. En það snýst félagskapur Mýr, þetta bara fólkið og menninguna og ballettin, Bolshoi-ballettin kom nú hérna á vegum Mýr ekkert tímann. Já, allavega reyndu við félagið, ekki ég, en félagið reyndi að greiða götu þess og það ég hef skoðað Bolshoi-ballettið í Moskvu, en ég var of ungur til að komast á Bolshoi-ballettið þegar hann kom til Íslands, en en ég ætla að segja að ég held að Ísland sé eina NATO-ríkið, allavega eina Vestureurópuríkið sem hefur fengið Bolshoi-ballettin í heimsókn og hann var sýndur í Þjóðleikhúsinu. Hann var alltaf löngu fyrir Borgarleikhúsið eða meira að segja löngu áður en að Háskólabíó kom en þetta svo langt síðan og og svo að því að ég var í þorskastríðunum og ég alveg ættjarðinu líka sko og þá spyrja menn, hvað ertu ekki þjóðerni sinni? Já, erum við það ekki öll? Ég meina okkur þykir okkur ekki vænt landið okkar, fólkið okkar og sveitin okkar og svo bara með og þar með held ég að sé bara forseta til þess að geta þótt vænt annað fólk og aðra þjóðir en ég komst að því að því ég er aldrei gaman að sögu, sérstaklega Íslandssögunni að þá ég séð bara hvað Sovétríkin hjálpaði okkur mikið. Við vorum með þeim fyrstu sem að viðurkenndu lýðveldið okkar 1944, 17. júní. Ég þór ekki að fullyrða hvar þeir voru í röðunni en þeir voru bara einir af fyrstu 3-4 allavega og sem gerðu það. En stóra hjálpin kom frá þeim 1952 þegar við færum út landhelgina í 4 sjómílur og menn segja 4 sjómílur, var það svo mikið? Úr 3 sjómílum? Já, það var risa mikið vegna þess að þar með þá lokaði við fjörðum og flóum
Íslands af því að það var miðað við grunnlínupunkta. Það var óbúslega merkilegt. Bretar voru ekki til í þetta, þeir voru okkar stærsta viðskiptaland. Þá þeim tíma vorum við aðalega að flytja út ferskan fisk, togararnir sigldu með fiskinn út. Það voru ekki svo mikið frystihús á þeim tíma. Og þeir voru helstu lánveitendur Íslands líka, Englandsbanki. En þarna sett viðskiptabann á Ísland. En þá það Sovétríkin sem koma til hjálpar og þeir gera hana risastóra vöruskiptasamningu í Ísland. Þeir skuldbinda sig til að setja 0 tolla á allar íslenska vörur og þannig fengum við frystihús í hvert þorp. Við fengum niðursiðnaðinn, málningaðinaðinn, skinnaðinaðinn og svo framvegis. Og að því við höldum okkur við söguna, þá var Lavrov, hann var lítill drengur þegar þetta var, Sergej Lavrov, utanríkisráðherra Sovétríkjanna, en hann kom til Íslands með mömmu sinni, frú Lavrovu, sem var yfir viðskiptanefndinni sovétsku á þeim tíma, samdi fyrir hönd þeirra við Ísland, og hún var mikill haukur í horni fyrir Íslendinga og lamdi í gegn samningana. Já. Sín megin. Og þannig að Lavrov var ábyggilega Íslandsvinur á þeim tíma og lengi frameftir. Ég veit nú ekki með dag, af því að nú erum við með utanríkisráðherra sem að hafa áhuga fyrir öðru. Já, það víst. Já, og þekki ekki söguna. Og hérna... En það svona kannski svolítið mikilvægt að blása lífi í menningafélagið. Já, við... Til þess að halda þessari sögulofti og... Já, og við ætlum að halda aðalfund á morgun klukkan 14:30 í nýja hjálparæðishesskastalunum á Suðurlandsbraut 72. Já. Og ég hvet alla vélunar af Mýr, nær og fjær, að koma ef þið geta. Já. Það allir velkomnir á fundin og bara endilega komið. Og verður hægt að skrá sig í félagið og stannum? Það verður hægt að skrá sig á lista og við munum hafa samband við alla. Já, og svo verður þetta tekin afstæða til þess að... Já, við munum samþykja allt gott fólk, já. Sko, það hefur verið lengi þannig að það hafa ekki komist inn í Mýr. Jafnvel þó að fólk hafi borgað félagsgjöld, það ýmist verið endurgreitt, þeir eru nú hætti því núna, en þeir hafa bara ekki tekið neitt fólk inn. Nei, og það þessi fyrrum stjórn, eða þessi bráðabirgða stjórn sem að... Já, þessi ólögmæta stjórn. Já, og það fullirt í einhverjum viðtölum við á að það séu nú bara 18 manns í Mýr. Já, það kólrátt. Við erum með félagalista úr tölvunars Ívar sem var nú formaður hann í 40 ár. Já, blessuð sé minning hans. Og blessuð sé minning hans, hann var góð maður, lést háaldraður núna fyrir tæpu ára síðan. Og hann var mikill baráttujaxl. En hann, eina sem ég get sagt ljótt hann að hann var bláeygur og ól við brjóst sér fólk sem hafði ekki alltaf gott í huga. Nú ég kannski vondum að segja þetta. Já, en það er nú bara eins og það en með fundin á morgun, það þeir eru með þetta félagatal frá Ívari. Já, og ég ætla að segja, það eru allir velkomnir, en við ætlum að kjósa stjórn á morgun og formann og stjórn og það verður og ólögmætt brottvitning mín verður borin til fundin. Já, heimitt. Já, og hérna... Þetta auðvitað, þeir sem kannski þekki ekki til þá hefur þetta heilmikil forsaga þarna því sem þú segir með brottvikningu þína. Já, þetta svolítið kjánalegt af því, sko, ég vikið fyrir það og ég vil venda Mýr og viðhalda. En hvað það, að ég ætla ekki alltaf óla við það. En það vil væntanlega vera ólögmætt. En þeir sem að geta tekið þátt í kosningunni eru eingöngu þeir sem eru á listanum, af því að
auðvitað viljum við fá alla, Já. en að því að við erum að gera þetta sanngjarnt, en því miður þá verðum við að gera þetta fyrst og fremst löglega. Já, já. Sagði ég því miður, já, það er bara þannig. Já, við verðum að því að þetta verður vantarlega rætt að ég fengja þennan fund. Já. Og lögmæti hans, og þá verðum við að gera allt eins lögmæti eins og við getum, og þess vegna erum við það bara skráðir félagar sem að taka þátt í kosningunni. Og enginn hefur getað skráð sig síðustu ár. Og allir eru velkomnir líka þessi fyrirverandi stjórn. Alveg sama hverja skoðunar fólk er, það er velkomið á fundin. Og það er ekki eins og hjá þeim að þá voruð með dyravörði og til að bæja frá og að skilja vínum Rússlands. En það er heilmikið af fólki sem hefur sýnt mikið áhuga rússneska samfélagi hér er stórt og sístækkandi og það eru margir úr því samfélagi sem hafa mikið áhuga á að efla þetta félag. Já, algjörlega. Og það er svo mikill auður þannig þessu félagi menningarauður. Já, gríðalegur menningarauður. Bókasafn og bókasafn, kvikmyndir og listaverk sem fólk hefur gefið að mikill gjafmeldi. Kúrikei gaf til dæmis Alessandra Arbanova Kúrikei, listakona, sem liggur illa handin núna og ég hugsa hlýtt til hennar, hún er á sjúkrahúsi og hún er rosalega þakklátt fyrir þennan fund á morgun og ég veit að hún sendir okkur hlýjar óskir og vonar að sem flesti mæti. Hún gaf öll verk sín til mér eins og hún sagði að því að börnin mín er íslensk og barnabörnin og ég vil að þau fá að njóta þess og hún var alveg miður sín þegar hún heyrði að... Og Kúrikei er þetta einu af þessum svona aðalsprautum í þessu félagi í áratugi. Já. Með sjálfbúða starf fyrir 1000 klukkustund að baki. Akkurat. Og þegar ég var nú að stríðin í Kúrikei svolítið með það að dómarinn, ágættu dómari í þessu máli, hún sagði, ég trú ekki að það sé ekki hægt að finna einhverja sættir, sagði dómarinn. Við skulum reyna sættir. Já, öllum leist vel á það, allavega. Okkar megin í þeim veist það. Og þær mættu á sáttafund, án lögmanna, Kúrikei og Rósa, Ragnhildur Rósa. Þær eru eiginlega jafnöldur, sko. Og kona ekki að íva, sko. Og þeir voru með svo mikið dónaskap að Ragnhildur, hún fór nú bara að gráta. En ég sagði við Alessandra það hefði bjargað henni og hún heyrið svo illa. En hún sagði við mig og hún Alessandra minn, hún sagði við mig, Siggi minn, sko þetta var ekki slæmt eins og heldur, því að þeir afhjúpuðu sig. En það var allavega engin sáttavilji hjá þeim. Og þannig að þeir fengur bara þenn dóm sem þeir áttu skilið að þeir voru ólöglega kjörnir og nú grípa þessi neyðarlög í gömlu félagana og fundurinn á morgun snýst að sammina þessa gömlu félaga og það hefur verið boðað til þessa fundar og með þessa gömlu félaga. Alla félagsmenn, það er allir félagsmenn boðaðir sem að ég náði við til. Ég bið afsökunar, hafi ég ekki náði í alla. Sko, vegna þess að það er ekki bara póststjórinn sem að kenna. Félagarlisteinn, hann er nú kannski ekki 100%. Hann er 16 ára gamall, þessi sem við stiðjumst við. Og ég fór í gegnum hann eins og vel og ég gat og einhver eru dánir og svo framvegis. Og margir hafa flutt sem sett. En hafi ég mistað ykkur, ef þið eru hlust á samstöðuna, endilega komið á morgun 30. september klukkan 14:30 í Nýja Herkastalan. Og þú búist þið við miklum látum á þessum fundi svona eins og síðast? Alls ekki. Það er munurinn á okkar fundi og fundið sem þeir voru með, því að þeir voru með einhverja útkastara og sem að voru að varna félagsfólki í inngöngu. Við bjóðum allt félagsfólk velkomið, líka þá sjálfa, alla. Og því miður óttast ég að sumir þeirra mæti ekki, kannski, en úr þessari fyrrverandi stjórn, ég veit það ekki, en þeir eru fáir. En allir vélunarar félagsins
bara velkomnir og allir. Þið takkið vel á móti þeim. Og já, þessi fundur, hann eins og þú sagðir, hann á morgun, þriðjudag, 30. september, klukkan 14:30 á Suðurlandsbraut í Herkastalanum 9. Já, endilega. Og við hvetjum bara alla áhorfendur og hlustendur til þess að kíkja við og já, að taka þátt í að efla þetta gamla rótgróna og félag sem hefur núna verið svolítið vanrækt síðustu ár. Já, og við eigum verk að vinna að lagfæra rótgróin og gömul samskipti Íslendinga og Rússa. Já. Sagan er svo merkilega, hún má ekki glatast. Það má ekki glatast, nei. Takk hérlega fyrir að koma inn. Þakka þér innilega og takk fyrir hönd gamlu kvennana sem ég að reyna að hjálpa líka. Já, ég bara, mín ránægjan og heiðurinn. Já, takk fyrir klára samstöð. Og tók ég við það meira hér handa við auglýsingar. Glæsilegt! Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is Já, það hefur heyrst að háskólasamfélagið hér á landi sé eitthvað rumska, hvað var þar þjóðarmorðið Ísraela á Gaza. Maður heyrir að kynningarfundur sniðgöngu verði haldinn að tala 8. október, ekki á háskólasvæðinu, ekki bara ákveða hvenær. Í grein á Vísi sem var skrifuð fyrir helgi fjölluðu nokkrir starfsmenn og mögulega nemendur háskólans mikilvægi þess að bregðast við. Samkvæmt sáttmála Sameinuðu þjóðanna þjóðarmorð sem Ísland hefur samþykkt skylda aðildarríkja að beita öllum tiltækum úrræðum sem þau hafa yfir að ráða til að reyna að koma í veg fyrir þjóðarmorð sem yfirstandandi. En einn sá starfsmaður Háskóla Íslands sem ekki hægt að saka að hafa dregið lappirnar í þessu. Hann heitir Ingólfur Gíslason. Ertu lektor eða aðjúnt? Ég lektor í dag. Þú lektor í dag. Sko, þú varst náttúrulega töluvert mikið til umfjöllunar daginn eftir þarna uppákomu kemur hingað til landsins ísraelskur maður ætlar að flytja fyrirlestur, það komið í veg fyrir það og þú fékkst nú heldur betur að heyra það átti bara að flæma þig frá störfum. Já, ég veit ekki þú segir að það hefur verið komið í veg fyrir fundin en það var þannig að ég og kannski 15-20 aðrir, þar af margir starfsmenn Háskóla Íslands og nemendur Háskóla Íslands mættum á þennan fund og í staðin fyrir að leyfa honum eða láta hann bara einfallega ganga fyrir sig eins og hann hefði sjálfsagt viljað maðurinn Gil Epstein og stjórnandi fundarins Gylfi Söga þá reyndum við að fá manninn og eiginlega í gegnum Gylfa til þess að ræða hvað hann væri eiginlega að gera hérna og hver skoðun hans væri á þjóðarmorðinu. Þannig að það er ekki þannig að við höfum komið í veg fyrir fundin, við bara mættum að hann fund og vildum tala annað en það sem hann vildi tala Ég í sjálfu sér hafði mig ekki mikið frammi í þessum fundi, ég bara spurði einnar spurningar sem var það hvort að Gylfi vissi það að Gil Epstein væri í stjórn stofnunar sem heitir BESA-stofnunin sem kennt við Begin Sadat sem stofnun við háskólan þar sem hann vinnur og svo stofnun hefur í raun og veru bara þann eina tilgang að réttlæta og vinna að framgangi hernámsins. Það var það sem ég sagði á þessum fundi. Síðan eftir fundin, það er að segja þegar 20 mínútur cirka, ég held ég hafi litið á klukkuna, voru liðnar af þessum fundi að þá ákveður Gylfi í samráði við að mér sýndist Benedikt Jóhannesson fyrirrandi ráðherra að fresta fundinum eins og hann orðaði það. Mótmælendur voru aldrei beðnir til þeim sem að fara. Svo að að því að ég hef lesið mitt nokkrar greinar eftir fyrirverandi dómara og ýmsaðra sem voru ekki á staðnum þar sem þeir eru að fabúlera það að það hafi verið komið í veg fyrir fundin með einhverjum hætti og jafnvel
gefið í skyn að það hafi verið einhverjar ógnanir eða ofbeldi eða ég veit ekki hvað þessi menn eiginlega ímynda sér sem það var alls ekki. Þetta var mjög friðsamleg mótmæli. Við áttum í orðaskiptum, það er að segja einhverjir mótmælendur við þennan Gil Epstein og Gylfa og svo er bara ákveðið að fresta fundinum. Og já, ég veit nú ekki hver spurningin var. Ég bara svona að lýsa þessu aðeins vegna þess að það eru svo margir sem hafa tjáð sig, sko, án þess að vita nokkuð það hvað fór fram þarna. Já. En í kjölfarið á þessu og þú ert að tjá þig á netinu og svona þá eiginlega, ég hef lesið allmargar kröfur bara að þín afskipti ættu að kosta þig höfuðið. Já, akkurat, já. Einmitt, það var fór í gang svona ófræðingar herferð. Já. Sem að ég veit ekki, ég held að sé nú kannski hafa nú ekki verið samantekin ráð þannig, en hún fór í gang og margir stukku til og heimtuðu að ég yrði rekinn eða ámyndur eða kærður fyrir siðanefnd eða ýmsa þess áttar hluti, sko. Og ég held að það byggist aðalega á því að eftir fundin það var svona skrifaði ég bara Facebook status. Það sem ég bara sagði það var nú gott að þessum fundi var aflýst. Og út frá þeim Facebook status, sko, þá dróu margir miðaldra kallar aðalega eða kannski aldraðir kallar meira. Það var ályktun að ég hefði á einhvern nátt staðið fyrir þessum mótmælum og hefði einhvern veginn staðið fyrir því að honum var aflýst sem var alls ekki. En ég var auðvitað einn af þeim sem mættu á fundin, sko. Og síðan kemur til tals að menn reyna að finna eitthvað eins og akademískt frelsi, að það hafi verið brotið á akademísku frelsi þessa aumingja Gil Epstein, sko. Já, þessa aumingja Gil Epstein. Sem sagt eins og var útskýrt á þessum fundi og ég veit ekki hvort að fólk veit það var sem sagt staddur á Íslandi í sumarfríi. Honum var ekki boðið að halda þennan fyrirlestur af fyrra bragði. Hann var í sumarfríi á Íslandi og hafði samband við þessa stofnun lífeyrissjóðsmál eða Gylfa Zoega eða einhvern þar og hann bauðst til að halda fyrirlestur endurgjaldslaust. Þannig að hann er bara í svona prívat erindagjörðum þannig, sko, nema hann ætlar að nota tækifæri til þess að vinna ríkinu, hernáminu, gagn með því að halda fyrirlestur sem og fyrirlesturinn er kynntur með þeim formerkjum að hann sé gervigreind. Og titill erindisins er eitthvað eins og þegar gervigreindin spyr mannshugan af hverju ert þú hér og þetta virðist vera svona einhver heimspekilegu fyrirlestur en þessi maður er hins vegar hagfræðingur. Þannig að ekki það skiptir neinu máli upp á sniðgönguna sem slíka en þetta virðist ekki vera á hans sérsviði sem akademiker þannig að það er ekki eins og það hafi verið sóst eftir sérstakri sérfræði þekkingu hans á lífeyrissjóðsmálum og hann fenginn til að tala um þau. Að sjálfsögðu hefði ég líka gengið það, sko. Já, og nú er ég aftur búin að... Hvernig er að vera undir þessu álagi þegar fram kemur og þegar koma opinberar kröfur að það verða að reka þig, Já, það er auðvitað mjög óþægilegt og það er einmitt hluti af akademísku frelsi. Í grunnhugmyndunum akademískt frelsi er að fræðimenn eigi að hafa frið fyrir stjórnvöldum og hagsmunaaðilum til þess að rannsaka og kenna án afskipta. Sem sagt, ég eða aðrir akademíski starfsmenn eigi ekki að þurfa að hafa áhyggjur af því að ég sé að rannsaka eða kenna eitthvað sem að stjórnvöld eða aðrir hagsmunaaðilar eins og til dæmis einkafyrirtæki getur haft vanþóknun á. Það er svona grunnhugmyndin, sko. Og þarna auðvitað byrjar að verða til einhver þrýstingur á það að mér sé sem sagt refsað á þann hátt að þetta komi niður á mínu starfi. Og það er gert með þeim hætti að mín akademiska hæfni er dregin í efa. Það er að segja að það koma fram menn sem að finna hjá sér einhverja þörf til að ég veit ekki hvað ég á að kalla það, níðast, beita svona atvinnurógi, sko. Þannig að orðræðan snýst ekki um þessa sniðgöngu eða Palestínu heldur bara um það að ég get ekki
já, ég ber ábyrgð á slæmri stöðu nemenda í grunnskóla í stærðfræði, eitthvað svoleiðis. Einmitt. Og þar er auðvitað vegið að mínu akademiska frelsi í rauninni, sko. Af því að þá er ég látin gjalda þess að vera að skipta mér af samfélagsmálum sem að háskólamenn eru hvattir til að gera og reynda refsa mér með því að beina athyglinni að einhverjum meintum göllum á minni fræðimennsku, sko. Já. Og það er mjög óþægilegt. Ég trúi því. Hefurðu fengið mikinn stuðning frá kollegum þínum innan háskólans? Já, ég hef fengið mjög mikinn stuðning frá kollegum, sko. Eins og hefur háskólinn sjálfur eða svona yfirstjórn það hefur ekki komið neitt stuðningur frá þeim, sko. En þeir hafa miður. Já, en í sjálfur sér hefur enga síður hefur yfirstjórnin í sjálfur sér heldur ekkert aðhafst neitt, þú veist, með því að taka mig á tildalega neitt svoleiðis eins og sumir kannski ímynda sér. Nei, þannig að það er bara svona, það er fjarlægt, það er þögn. Já. Sko, já, þakka þér fyrir að deila þessu með okkur. Þetta, það eru ansi margir sem að virðast óráðnir í því hvort eða hve mikla afstöðu þeir eiga að taka á opinberum vettvangi. Einmitt, en sko, ég kannski bæta við að ég veit að mjög margt akademískt starfsfólk bæði hér á landi og erlendis hefur óttast að tjá sig, sko, þetta mál. Já. Vegna þess að það óttast að það verði látið gjalda fyrir það með einum eða öðrum hætti og akademískt starfsfólk er þú veist, algjörlega undir hælnum á fjárveitingar aðilum í sambandi við styrki og annað þess að þar. Þannig að ef fólki er mikið mun að fá framgang innan akademiska kerfisins og fá styrki og vera boðið og vera með, að þá vill það mögulega ekki taka neina opinbera afstöðu og þú sér það líka í Bandaríkjunum það sem að núna Trump-stjórnin sérstaklega en auðvitað Biden-stjórnin hafði byrjað á því að þar er fólk látið raunverulega gjalda fyrir tjáningu fyrir Palestínu eða gegn Ísrael. Það er bara rekið. Og núna getur vel verið að Háskóli Íslands eða einhverjir yfirmenn þar óttist það ef að háskólinn taki skýra afstöðu, þá verði Háskóli Íslands látin gjalda fyrir það í einhverjum samskiptum við bandarískar menntastofnanir. Þannig að til dæmis ef fólk er með einhver samstarfsverkefni eða er að fara í nemendaskipti eða vinnu kennaraskipti eða einhver svona ferðalög, þá muni bandarískir háskóla segja bara nei, við megum ekki í samskiptum við ykkur. Þú veist, af því að ríkisstjórnin það bara bannar það. Þannig að svo mótsagnakennda staða er uppi að þeir sem vilja beita sér gegn því að hætt verði að drepa saklaus börn, konur og annað saklaust fólk í einhverjum heildarleik, þeir geta átt vona því að þeirra eigin bjargir verði skertar. Já, algjörlega. Það er þannig í Bandaríkjunum, það er þannig í Þýskalandi og ég vona og held að það sé ekki hér, en það bara er þannig alþjóðlega og það getur vel verið að fólk hafa áhyggjur af þessu á einhverju svona milli háskóla leveli, sko. Já. Og ég kannski bæta aðeins við sniðgönguna, sko, akademiska sniðgöngu. Já. Að ein af ástæðunum fyrir því að akademisk sniðganga er rétt er að Palestínumenn hafa kallað eftir henni. Sem sagt, það er alþjóðleg hreyfing sem er auðvitað BDS sem er alþjóðlega sniðgönguhreyfingin en sérstaklega sá hluti sem fjallar akademiska sniðgöngu, hún er frá 2004, hún er 20 ára og rúmlega 20 ára gömul og það er sem sagt sniðgöngu ákall frá palestínskum stofnunum, háskólamönnum, háskólanemum sem var ítrekað haustið 2023 og þannig að allir 15 palestínskir háskólar sem eru til lýstu því yfir að það ætti sérstaklega að herða á sniðgöngunni og öll nemendafélög
í öllum þessum háskólum, palestínskum háskólum, það var líka kallað eftir henni. Þannig að ég bara nefna þetta því að fólk hugsar oft sko, já, akkur eru við að taka Ísrael sérstaklega fyrir, ekki háskólar í mörgum öðrum löndum sem að taka þátt í raun og veru óhæfu verkum og stríði. En munurinn sá að þarna algjörlega skýrt ákall frá þeim sjálfum sko, að gera þetta. Já. Ég vildi bara segja þetta og mér langar enda líka aðeins til þess að nefna Gil Epstein sko, og sniðgönguna. Að sniðgöngu ákallið almennt mjög vægt. Það að segja reglurnar frá palestínsku sniðgöngu samtökunum eru þannig að það beri fyrst og fremst að sniðganga stofnanir og stofnanalegt samstarf af öllu tagi en ekki einstaka ísraelska fræðimenn. Nei. Þetta ólíkt því sem var í sniðgöngunni gegn Suður Afríku og þetta mun vægara en það eins vegar og þess vegna gætu sumir kannski hugsað já og akkur var þá verið að níðast á Gil Epstein, hann bara einstaklingur sko en inn í reglunum hins vegar eða leiðbeiningunum frá sniðgöngurhefinningunni samt sem áður gert ráð fyrir að menn sem að gegna svona veiga miklum embættum eins og að vera deildarforsetar eins og Gil Epstein var eða að þeir eru sérstaklega tengdir við Ísraelska ríkið og hafa sérstaklega tjáð sig sem stuðningsmenn hernaðarins og þá sé að sjálfsögðu hægt að sniðganga þá einstaklinga og þetta hefur Gil Epstein svo sannarlega gert því hann eða var deildarforseti hann í stjórn þessarar BESA-stofnunar sem að gaf út skýrslu bara núna í júlí og skýrslan gengur út á það að sýna fram á að Ísrael sé einmitt ekki að fremja þjóðamorð. Þannig að, þú veist, og fyrir utan það þá sem sagt fundu við 2 samfélagsmiðla pósta á LinkedIn frá Gil Epstein þar sem hann sérstaklega hvetur sína nemendur sem hermenn áfram í hernaðinum. Og skólinn sem hann vinnur við, Bar Ilan háskóli, alveg sérstakur þáttakandi í hernáminu vegna þess að til dæmis þá setti þessi háskóli á stofn útibú 1982 á hernumdu landi, þar að segja landi sem var hernum í 1967 og öll viðvera Ísraels á því landi hefur verið úrskurðuð ólögleg af alþjóðadómstólnum í júlí 2024. Þetta útibú fekk síðan sjálfstæði árið 2005 eða 6 eitthvað svoleiðis og heitir núna Ariel háskóli og á ólöglegu landi og stríðsglæpur í sjálfu sér, bara hann sé til samkvæmt úrskurði alþjóðadómstólsins. Og fyrir utan það þá fá nemendur sem sagt þeir geta valið að fá einhverjina staðist í 2 námskeiðum að eigin vali og minnkaðar kröfur námsframvindu og fjárhagslegan stuðning og sálarlegan stuðning og nú ég að tala þetta tilboð gildir fyrir þá sem að fara í herferðina, í þjóðarmorðið sjálft sko. Hvað þetta að segja? Þannig að sko það að halda þetta sé bara einhver ísraelskur fræðimaður við einhvern ísraelskan háskóla sem sé einhvern veginn ótengdur þessu þjóðarmorði, það bara algjör vitleysa. Það nefnilega það. Ég skrifaði einu sinni bók spillingu og spilling og þöggun náttúrulega, þetta eru systur og ég ræddi við fólk sem að hafði skrifað 1 status á Facebook af því þú nefndir það áðan og bara allt breyttist innan vinnustæðarins hjá yfirmanni, það var hjá opinberri stofnun, ríkisstofnun. Ég heyrði í starfsmanni í ráðuneyti sem var að hætta störfum eftir langt starf þar, ekki alls fyrir löngu. Hann sagði, loksins get ég frjáls tjáð mig á þess að vera hræddur að vera rekinn. Ég var með svona líkingu í bókinu sjónpípu. Þetta var svona kafbátar væri svona með sjónpípuna uppi að mappa skoðanir og fylgjast með og við veitum náttúrulega að ef við förum einhverja áratugi aftur í tíman einu sinni var hér stjórnmálaflokkur sem að einmitt mappaði stjórnmálaskoðanir inn á vinnustöðu. Það var Sjálfstæðisflokkurinn
og því var haldið til haga bara í öllum meðalstórum og stærri fyrirtækjum hvaða pólitísku skoðanir þú hafðir. Ég nefni þetta til sögunar vegna þess að það maður finnur það alveg að hér í rauninni meiri stuðningur við málstað Palestínumanna heldur en fólk þorir að láta í ljósi, og þar stuðningur Bandaríkjamanna við þetta þjóðarmorð sennilega úrslita breyta. Það gæti alveg verið, já. Er það ekki? Mér finnst það líklegt. Já. Ég meina, maður skilur ekki alveg hvernig, ég meina bara einhverja yfirlýsingar utanríkisráður okkar Þorgeira Katrínar, að það eru oft bara bein afritun af því sem kemur síðan frá öllum öðrum, sem bein afritun af einhverju sem kemur frá Bandaríkjunum. Já. Og í raun og veru engin leið til þess að skilja af hverju maður myndi gefa út þessar yfirlýsingar nema vegna þess að þetta sé einhvers konar ótti við að styggja Bandaríkjumenn ef að fólk segir sannleikann. Ég meina, ég sé enga aðra rökræna skýringu. Hvað finnst þér að fulltrúi Íslands þegar Netanyahu, þegar margir fulltrúar stóðu upp og geng út? Hann flutti ræðu í síðustu viku. Og þau skilaboð bárust frá íslenskum utanríkis stjórnmálavöldum að þetta væri ekki okkar afstaða. Já, einmitt. Já, ég leiti við listan bara í gærkvöldi, bara að ganni mínu, og sá að það ekkert norrænu ríkjana gekk út og ekki heldur Spánn og ýmis ríki sem ég átti svona, sem ég held kannski að myndu hafa gengið út. Nú ég að mappa, ég sá Írland og Slóveníu og ég held að það getur að vera einu Evrópulöndin sem að gengu alveg út, og þetta held ég yfirlýsingum að við séum ekki að fara of langt frá Bandaríkjunum, því að við augljóslega, eins og einmitt Þorgerður Katrín talar alltaf, þá erum við í þessu samstarfi við Bandaríkin, varnarsamstarfi og þetta, og við viljum augljóslega ekki styggja Bandaríkjamenn of mikið, menn að það hlýtur að ráða okkar afstöðu. Það ekkert annað sem útskýrir það. Það ekkert annað sem getur skýrt það. Heyrðu, en ég var svona að velta því upp þarna í kynningu eða inngangi að hvort það væri vona á einhverjum hræringum meiri innan háskólasamfélagsins. Samanber þessa grein sem ég vitnaði til, okkur hefur fundist að stofnun eins og Háskóli Íslands hafi svolítið dregið lappirnar. Það jú þekkt að háskólar hafa gegnt leiðtoga hlutverki þegar hafa verið í forystu þegar mannréttindi eru brotin með svívirðulegum hætti. Við getum farið áratugi aftur í tíman og séð að ungt hugað og frjálst háskólafólk hefur margoft varðað veginn í átt að réttlæti. Að vora eitthvað innan veggja Háskóla Íslands núna í þessum efnum? Já, það erfitt fyrir mig að segja beinlínis. Það virðist vera í bígerð að setja af stað einhvers konar ferli sem að gæti gefið stjórn háskólans næga ástæðu til þess að lýsa einhverju yfir, og jafnvel lýsa yfir eða taka til einhverja aðgerða eins og sniðgöngu, og þetta á að vera að því mér skilst einhvers konar samráðsferli þar sem að fólk slembivalið í hópa og fær síðan einhvern sérfræði sérfræði input málið, og þetta á einhvern veginn að fara vera einhver sérstakur fundur eða einhver hópar sem að gera þetta, sem að gefa síðan eitthvað til háskólaráðs eða rektors eða háskólafundar og svo háskólaráðs og svo rektors. Þessi uppbygging háskólans dálítið svona flókin, ég átta mig nú ekki einu svona alveg nákvæmlega á þessu, og þetta einhver svona lýðræðisleg tilraun sem kannski góðra gjalda verð. Ég held að þetta sé vegna þess að rektor í raun og veru lítur svo að hann hafi ekki augljóslega nægan stuðning háskóla samfélagsins til þess að taka einhver ákvörðun. Þannig að hann vil hafa þetta bak við sig. En það auðvitað fróðlegt að bera þetta saman við viðbröðun við innrás Rússlands í Úkraínu, þar sem að Háskóli Íslands lýsti því yfir
Ok, nú man ég ekki dagsetninguna en það var svona, mér langar að segja viku eða 2 eftir innrásina þá var Háskóli Íslands búinn að gefa út opinberri yfirlýsingu að setja allt samstarf við rússneska fræðimenn og rússneska stofnanir á ís eins og það var orðað og þessi yfirlýsing á netinu sko. Og nánast engar athugasemdir við þá afstöðu. Það voru engar athugasemdir gerðar við það og allir sammála og klappað og klárt og ég man ekki eftir því að þessir rittarar akademiska frelsinsins hafi sagt neitt þetta. Nei. Engar greinar, ekki neitt. Og ég hef heyrt þá skýringu frá yfirvöldum Háskóla Íslands að þetta hafi verið hægt vegna þess að Háskóli Íslands hluti af einhverjum samtökum evrópskra háskóla og ákvörðun þetta var tekin í raun og veru á þeim vettvangi sem að síðan kemur niður til Háskóla Íslands eins og annara háskóla. Mætti þá ekki það sama eiga við núna? Eða? Já, þetta getur það verið en væntanlega ráða þýskir og breskir háskólar miklu í þessu, ímynda ég mér, ég veit það svo mikið nákvæmlega, þetta bara svona eitthvað sem að ég hugsa hljóta eiga við og þeir munu aldrei nokkuð tíman samþykja sniðgöngu eða nokkuð nátt neina kritík á Ísrael sko. Þetta breytir að sjálfsögðu ekki eðli málsins. Rökin fyrir því að sniðganga Ísrael eru ennþá sterkari heldur en rökin fyrir því að sniðganga Rússland. Það hverju manni algjörlega augljóst. Þannig að ef það var ástæða til þess að sniðganga Rússland þá var ástæða til þess að sniðganga Ísrael og langt umfram sko. Þannig að Ertu þá að vísa til hernaðarins að hann sé enn ógeðfeldari hjá Ísraelsmönnum? Já, ég held að það getur bara flett því, hvers með flett því upp að mannfall barna og óbreyttara borgara miklu hærra í Palestínu á Gaza heldur en nokkuð tíman í Úkraínu sko. Fyrir utan allt annað samhengi sem að skiptir máli þannig að kannski og langt að ræða það sko, en það að minnstakosti vel umfram það sem á við Rússland og kannski taka fram að sniðgangan gegn rússnesku fræðimönnum í raun og veru orðið þannig að hún gengur lengra heldur en það sem að Palestínumenn hafa beðið sko, af því að hún alveg gegn samstarfi við rússneska fræðimenn þó að hérna það sé gerð það megi gera undantekningu fyrir rússneskt fræðafólk sem á móti stjórnvöldum sko. Þetta er ekki einfalt. Geturðu giskað á svona hvernig hugur háskólafólks í þessu máli? Þetta 50-50? Þetta 70-30? Já, ég þori nú ekki að gefa tölur sko, en ég held að málstaður Palestínumanna hafi stóran meirihluta. Það getur verið 70-80%, ég veit það ekki. Veldur það eitthvað á deildum? Það getur vel verið að það sé ólíkt milli deilda sko. Það hafa allar deildir menntavísindasviðs samþykkt sniðgöngu yfirlýsingu og að minnstakosti ein önnur deild, ég held deild heitir það erlendra mála og bókmynda, ég maður það ekki alveg. En þú ert á menntavísindasviði? Ég á menntavísindasviði og mín deild, faggreina deild, hefur samþykkt sniðgöngu yfirlýsingu. Það var gert sko vorið 2024, það var langt síðan. En ég held bara eins og ég var að tala áðan sko, að almennt þá háskólafólk mjög svona tregt til þess að taka afstöðu í pólitískum málum vegna þess að það leggur mjög vel við höggið að hrættum að það verði ráðist á það og það alltaf einhver hugmyndum að fræðimenn eigi að vera hlutlausir og einhver krafa það að allar raddir fá að heyrast og það svona ýmislegt sem ýmislegt sem svona stendur í vegi fyrir því að fólk vilji kannski fara alla leið. Ég til dæmis veit það að fræða fólk sem að tilheyrir þessari stofnunum rannsóknir á lífeyrismálum sem að bauð Gil Epstein að halda fyrirlestur. Það var ýmislegt fólk þar inni sem var á móti því að hann héldi fyrirlesturinn og lét vita af því og mætti ekki í sinni persónulegu sniðgöngu. Þannig að það tók afstöðu með því að segja við
við þá sem að heldu fyrirlesturinn að það ætti ekki að gera það og það myndi ekki mæta og það mætti ekki en því finnst samt of langt gengið að sko að hafa þessi mótmæli sem að leiddu til þess að Gylfi frestaði fundinum þannig að það hefur að minnsta kosti 1 eða 2 sem ég veit sko sagt þetta tvennt sko ég var á móti þessu, ég mætti ekki en mér finnst samt að það hafi verið gengið á langt með því að mæta þarna og vera með mótmæli Já. þannig að það er svona kurteisis hugmynd háskólamanna sko Já en svona ef maður spáir í skyldur það kemur þarna fram í grein starfsmannaháskólans sem ég vísaði til áðan fyrir helgi að það hafi kannski eitthvað breyst núna með því að Sameinuðu þjóðirnar hafa gefið út skýrslu rannsóknarnefndar þar sem fram kemur vafningalaust að það sé verið að fremja þjóðamorð Akkurat það kemur fram að þetta eru markvissar árásir á börn, kerfisbundi kynferðislegt ofbeldi, víðtækar árásir á mennta- og menningarstofnanir og Ísraelar sýna engan vilja til að hætta þessu þjóðamorði og þessum viðbjóðu öllum þrátt fyrir alþjóðlegar beiðnir þarum. Þetta verður verra og verra og við gerum minna og minna. Já, það er kannski hægt að segja það, ég veit það ekki já, þetta verður verra og verra, það er ljóst það er ótrúlegt að þetta getur alltaf orðið verra og þetta mun verða verra og já, ég meina að ég sveiflast í þessu dag frá degi sko, en stundum finnst mann eins og að það sé einhver uppgjöf í gangi og fólk er bara búið að sjá það því það skiptir engu máli hvað það gert, það þýðir ekki neitt, það verður ekki neinu breytt vegna þess að Ísrael hefur stuðning Bandaríkjanna sem að ræður öllu í heiminum sem það vill ráða í krafti vopna yfirburða. En ég meina við höldum áfram og við reynum að beita þrýstingi á hvern þann hátt sem við getum og það sem að stendur í þessum í Genfarsáttmálunum sem er hluti af honum er þessi sáttmáli gegn og refsingar við þjóðarmorði að ríkjum beri að grípa til allra ráðstafana sem að séu raunhæfar og séu líklegt að hafa einhver áhrif það er orðað einhvern veginn þannig þannig að ríkinu beri að gera það sem það getur sem að gæti mögulega haft einhver áhrif til þess að koma í veg fyrir þjóðarmorð og það má kannski segja að Háskóli Íslands og þetta Háskólinn á Akureyri og fleiri íslenskir háskólar eru hluti af ríkinu. Þannig að við höfum kannski í því ljósi svona sérstakar skyldur sem ríkisháskóli. Og þetta akademiska sniðgangan miðar að því að skapa einhvern þrýsting á Ísrael. Til dæmis að ísraelskt fræðafólk fara að taka ábyrgð á sinni samsekt og því hvernig það sjálft stuðlar að áframhaldandi hernámi og þjóðamorði og það myndi þá beita sín stjórnvöld einhverjum þrýstingi líka. Já. Nú veit ég ekki hvort að það er akademisk sniðganga er kannski í sjálfu sér mjög svona lítill þrýstingur en samt sem áður hann er einhver og vísar veginn hann gæti vísa veginn leiðbeinandi fyrir almenning. Já, eigum við aðeins að ræða ég ætla nú ekki að stilla þér þannig upp í vegg að spyrja þig einhverja spurninga rektor Silju Báru Ómarsdóttur því það væri nú eiginlega ósanngjarnt en það kemur þarna fram í grein þessara starfsmanna fyrir nefndri að hún hafi talað skýrt mikilvægi þess að taka afstöðu gegn þjóðar- og menntamorði áður en hún var rektor í kosningabaráttunni. En svo segja að nú tæpum 3 mánuðum eftir að Silja Bára tók við embætti hefur háskólinn ekkert aðhast varðandi málefni Palestínu fyrir utan óljós og áform upphaf samráðsferðlis varðandi hvað gæti falist í sniðgöngu. Já, eins og ég segi þá held ég að rektor vilji hafa einhvern svona augljósan massa alls háskólans á bakvið sig Já.
af því að það væri mjög leiðilegt að þú veist ef að leiðilegt, það gæti þetta kannski komið í höfuð á henni aftur eða háskólanum ef það reynist vera mikil andstæða í rauninni. Já. Og síonistar sem eru þeir sem að styðja hernám og yfirtöku Ísraels á Palestínu hafa þetta mikil ítök mjög víða og það eru þetta síonistar líka innan háskólans og þeir hafa öflugt bakland. Ég meina þeir hafa Morgunblaðið á sínu bandi og stóran hluta af Sjálfstæðisflokknum og Miðflokknum líklega og þetta Bandaríkin og þeir geta beitt sér og við munum kannski eftir því að einu sinni ætlaði Reykjavíkurborg að fara að sniðganga viðskipti við ég held að hafi nú ekki verið Ísrael allt heldur ólöglegar sem sagt, það ætlaði ekki að versla við ólöglegar hvað segir maður landnema svo kallaða þess að fyrirtæki á hernumdu landi það var 2014 eða 15 minni mig og þetta var samþykkt í borgarráði sko en leið og það gerðist að þá lagðist sko áróðursmaskínan á Reykjavíkurborg og ritararnir þar höfðu ekki undan sko að taka við tölvupóstum og símtölum og í rauninni kvörtunum og hótunum frá Ísrael og bandamönnum Ísraels og svo bakkaði Reykjavíkurborg bara með þetta bara henni borgaryfirvöldum tókst ekki að standa í lapirnar sko, gegn þessu urðu fyrir svona bara hólskeflu af árásum og bréfum frá sendiherrum og ráðherrum og einhverjum lögfræðálitum hérna innanlands sko, sem að sögðu að það mætti ekki sniðganga, það væri bannað þannig að ég held að, sko, að háskóla yfirvöld og Silja Bára vilji ekki fá eitthvað svona backlash nema hún sé allavega búin að tryggja að það sé búið að sko augljós stór meiriluti fyrir þessu nú er ég bara svona að hugsa þetta hvernig hún að sjá þetta sko. Sko svona lokum ég fylgdist þarna spenntur með allögum gegn þeir árásum hvernig menn fóru þarna sumir aftur í tíman og reyna að gera þeir tortryggilegan bara út af þessari afstöðu í dag og mjög fannst það viðustyggilegt svo það sé sagt það kemur fyrir að þú ert svona bombarderaður á þinni einn Facebook síðu og hérna þú kallaðir Hannes Hólmstein Gissurarson siðblindan aumingja í svari í síðustu viku. Ég held að ég standa alveg við það að hann siðblindur aumingi. Ég held að það viti það allir sko. Ég meina, hann setur til dæmis, þetta svar við kommenti frá honum þar sem hann segir beint út að ég hafi brotið sko lög og stjórnarskrána og margt fleira sem þetta, ég veit ekki á ég að hringi lögfræðing, ég held að það sé bannað að saka fólk lögbrot nema það sé til einhver dómur fyrir því og ég hef ekki fengið svo mikið sem eina kæru í neinu kerfi, siðanefnd eða hvað þá dómstólum sko nokkuð tíman, ólíkt Hannesi því að Hannes margdæmdur hann hefur verið dæmdur bæði fyrir almennum dómstólum bæði á Íslandi fyrir ritstuld dæmdur í Hæstarétti þar og hann var dæmdur á Englandi fyrir meiðyrði og hann hefur verið dæmdur af siðanefnd Háskóla Íslands þannig að þú veist, hans ferill það er eiginlega alveg kostulegt sko að hann sé að nefna þetta sjálfur sko og hann hefur tekið sér stöðu með Ísrael og síunustum og styður þjóðarmorðið augljóslega og þjóðarmorð siðferðislega rangt þannig að Þannig að þú ákvæmst að tala mannamál þannig að ég get ekki dregið aðra ályktun á hans ferli sem bara í heild sko fyrir utan stuðningans við þetta þjóðarmorðið þannig að karakter hans þetta þessi sko Og þú ert ekkert smeykur við það að tala mannamál? Nei, ég meina þetta þetta bara mín skoðun eins og maður segir ég er ekki ég meina
fólk getur þetta bara tekið því eins og það vill, sko. Já. Verður sammálaðið ekki. Akkurat. Ég meins gott að sem þú bentir á áðan að það kannski þyrmir yfir mann suma daga en það er ekki búið að gefast upp og þetta fólk á það inni hjá heimsbyggðinni að við gefumst ekki upp. Já, mér finnst það bara að við verðum að sýna þeim samstöðu og hluta því að sýna þeim samstöðu er að sniðganga eins og það kallar sjálft eftir. Og ég vona og held að einhver tíman muni palestínumenn fá réttlæti af einhverju tagi. Þannig að ég held áfram eins og ég get, sko, hvort sem þetta verður á minni ævi eða ekki. Já, þakka þér fyrir það og þakka þér fyrir komuna, Ingólfur Gíslason, lektor á menntavísindasviði Háskóla Íslands. Já. Við fylgjum spennt með því hvort dregur til tíðinda í byrjun næsta mánaðar í þessum efnum innan veggja Háskólans. En ekki fara langt, kæru hlustendur, við höldum hér áfram eftir andartak. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu post á samstöðin@samstöðin.is. Það er eitt sem við Íslendingar elskum að tala og höfum svo sem haft mikla hagsmuni af því að fylgjast með. Það hefur nú bara varðað lífið að dauða oft, ekki síst hér á árum áður. En það er veðrið og ég held að veðuráhugi hann erfist að einhverju leyti. Ég held að jafnvel unga fólkið hafi áhuga á íslenska veðrinu og ræði veðrið. Og við höfum haft svona nokkra holdgervinga í Íslandssögunni sem að standa fyrir veðurumræðu, veðurspár. Og ég held að það sé óhætt að segja að í þeim hópi er einn frumkvöðullinn á þessu sviði. Ég tengi hann svona mest við Stöð 2 hér á Árum áður. Þetta er Siggi Stormur, Sigurður Þ. Ragnarsson og ég ætla aðeins að fá að kynnast manninum á bak við veðurfræðinginn og fá einhvernans hvað varðar íslenska sumarið 2025. Vertu velkomin, Siggi. Takk að það nú kærlega fyrir og takk fyrir að bjóða mér í þessa frábæra aðstöðu sem að þið eru búin að koma ykkur hér upp. Þetta er gaman að sjá og raunar hafa fylgst með ykkur en gaman að sjá. Takk að þér fyrir að koma. Mér hefist alltaf að maður sé að nema nýtt land þegar maður nær fólki hingað inn í þetta stúdíó sem ekki hefur komið áður á samstöðina og þú ert að koma hér í fyrsta skipti. Hér er að koma í fyrsta skipti sko, og ég held að þetta væri miklu minna heldur en þetta er. Vegna þess að maður vandist í meðal annars, þegar hringbraut byrjar og þá er þetta allt saman voðalega lítið og nánast mann verður að tippla á tánum til að þetta reka sig ekki í græjurnar. Það passar. en þannig að ég bara þetta kemur mjög óvart, skemmtilega óvart. Já, og við erum hér í ansi góðu stúdíói og það eru margar myndavélar og það heyrist ekki bara í þér, þú ert líka í mynd. Já, það er svoleiðis. Heyrðu, þá hefði nú rakað mig ef ég hefði vitað. Heyrðu, Siggi, en okkar svona kunningsskapur, hann tegir sig nokkuð langt aftur. Já, ég var að vinna á Stöð 2 og þú varst að vinna á Stöð 2 og við kynntumst að ég held fyrst fyrir norðan. Já, einna best allavega. Einna best, þegar þú varst næstuð í fókin út á Svölum í beinni útsendingu. Var við eftir meiri séð þetta kvöld. Já, við eftir í brjáluðu veðri. En kannski rifum við það upp á eftir. En eins og ég nefndi hérna í kynningunni, ég ætla að fá hjá þér upplýsingar íslenska sumarið sem að margir upplifa hafi verið alveg einstaklega gott. Fá þið til þess að fara aðeins yfir það því að við lítum nú þannig á sem að því sé lokið núna. Já, september er reyndar opinber sumarmánuður en hann er að taka enda þannig að... En svo veðrið er í dag, þá finnst mann eins og sumarið sé búið. Já, og það er bara að tala á íslensku og þetta er búið spil í bili. Nei, þetta er búið spil í bili. En fyrst ætla ég að spyrja þig þegar mannst eftir þér sem ungum dreng í Hafnarfirði, fékkstu snemma áhuga á veðri? Já, ég held að það sé, sko, þannig er að
að ég svona blendingur, ég jarð- og veðurfræðingur og foreldrar mínir voru mikið hálendisfólk og það sem að gerist þegar þú ert í hálendisferðum að þú ert alltaf að spá í veðrið og þú ert alltaf að reyna að sjá eitthvað nýtt og eitthvað fallegt og ég vildi skilja það líka. Þannig að þannig vefst ég inn í þetta svona hræri grauturinn verður, veður og jarðfræði og það má ég segja að ég fer snemma að bara svona herma eftir veðurfréttunum í útvarpinu. Þá var það þá var það þetta á Veðurstofu Íslands veðrið klukkan 18, Reykjavík norðan 4, skýjað, skyggni ágætt, hiti 4 stig. Þú lærst þetta mjög vel, ég. Voru engu gleymt. Nú svo fáir sem heyra þetta því miður að þetta er ekki sama, hvað að segja, þetta er ekki eins í dag eins og það var. Nei. En áhugin hefur bara vaxið og ég þakka það líka kennurunum mínum, menntaskólakennurum sem að kendu mér eðlisfræði og stærðfræði og raunar veðurfræði líka. Þannig að þar kom mikill áhugi og ég skrifaði ritgerðir þetta efni, veðurfræðina. Nú síðan koma nú ekki minni menn heldur en Markus Á. Einarsson heitinn sem var alveg svakalega öflugur en strangur. Hann var aðjunkt í veðurfræði í Háskóla Íslands og kendi mér veðurfræði þar og það var mjög erfitt að fá 10 hjá honum, það var bara varla hægt held ég. Sem var alltaf markmiðið. Sem var alltaf markmiðið, já, ég endaði með 9-2 hjá honum sko. Þannig að ég var auðvitað mjög sáttur með það en það var öflugur maður, mikið lifandiskenning var það almennlegur og öflugur maður og ég kann honum bara eina bestu þakki fyrir að gera og búa til þennan mikla áhuga sem var á veðurfræði. Páll Bergþórsson kom að kennslu líka, það var aðeins með öðrum hætti en hann kendi líka veðurfræði í háskólanum og svona hefur eiginlega byggst undir þessa þekkingu og ég hef alltaf orðið meiri áhugamaður og grúskari vegna þess að síðan gerist það þegar að Ari Trausti hefur samband við mig þá ég ekki orðin veðurfræðingur sko, og þá ég veðurfréttamaður og ráðinn sem veðurfréttamaður á Stöð 2 og þar fer allt ballið að rúlla nema það að menn komast á því að gamli hlerinn, það er nú kannski einhverju hlustendur sem mun eftir gamla hleranum sem maður ýtti til og frá til að draga Íslandskortið inn á, það voru ekki takkar og tölvur og þá var farið í það að kaupa og þróa veðurfréttir eins og við þekkjum þær og fara helst fram úr RÚV sem þeir sannarlega gerðu að mínum mati og þá þurfti maður að fara í hardcore veðurfræðinám til þess að geta skilið eitthvað í því sem maður var að taka á móti gögnunum sem maður var að taka á móti og þá var byggt upp og svo var byggt upp svo var veðurfréttum hætt á Stöð 2 en þær komu síðan aftur inn og þá fór sami prósessin í gang þannig að líf mitt já, ég var að segja bara hafi og eins og þetta er orðið í dag þar sem að ég fer ekki út í búð öðruvísi en einhver spyrir mig hvernig veðrið verður helgina eða eitthvað slíkt sko þannig að áhugin er mikill og að þú talar svona veðurankora sem verða stundu til þá svona er svo algeng villa hjá fólki þegar spyr mann hvernig verður nú veðrið helgina þá gleymir það því alveg að það segir aldrei hvar það ætlar að vera þessa helgi sem það er að spyrja og það fer nefnilega eftir því hvað ertu á Spáni, ertu á Suðurlandi, Norðurlandi og það lengsta sé svo svona athyglisverðasta spurning sem ég hef fengið hún var þannig að ég fæ spurningu frá hlustanda hvernig veðrið verði tiltekinn dag í júlímánuði og ég sendir þetta á tölvupósti og ég svara tölvupóstunum ég er alveg til í að segja þér hvað er í kortunum svona þetta var langtíma spá mjög langt þetta var gott ef þetta er ekki 2-3 mánaða spá ég er alveg til í að reyna að segja hvernig það verður ég veit ekkert hvort það er að marka það en fyrst af öllu þarf ég vita hvað það er og hvar brúðkaupið verður og ég svara því þannig og
og allt er góð með það, svo fer ég eitthvað yfir eitthvað og skoða þetta eitthvað og hvort þessi líkur á háan loftþrýstingi og svo framvegis. Og svo svara ég og þá kemur spurningin að hún er ekki að spyrja á þessa ári, heldur næsta ári. Ég man þetta alltaf, vegna þess að mér fannst þetta svo ótrúlega spurning. Hvort að menn hafa verið að gera grín á mér, ég veit það ekki, en hún var alltaf hún gifti sig. Já. Hún hefði kannski átt að hafa sambandi við þig með löngum fyrirvara, hún frænka mín sem að systurdóttir mín, sem gifti sig einmitt í sumar, í júlí, á stað fyrir norðan og það sem var spennandi við það brúðkaup er að þar voru allir gestir og aðstandendur að óska sér gólu. Það mátti ekki vera logn. Það mátti ekki vera logn. Veistu að hverju? Nei. Af því að brúðkaupið fór fram á bökkum Mývatns í júlí. Og ef það hefði verið algjört logn, þá hefði nú bara verið brekka að klára athöfnuna út af mýinu. Þannig að það var svona skemmtilegt dæmi það þannig að maður vildi aðeins skrúa upp. Já, ég segi nú ekki að við höfum beðið storm, af því að það nú fínt viðurnefni. Ég var í fríi þá. Já, þú varst í fríi, en sem sagt lognið var helsti óvinnurinn og við vorum svo heppin með þessa athöfn að það blés svolítið akkurat á meðan gefa saman. Til að hafa mikið með það. Já, þakkaði fyrir svo fjall vindurinn niður og þá bara þá vatnaði undir iljar fólk sem fór í allar áttir rétt eftir. Þetta er engin þjóðsaga sem sagt þetta með mýið. Það kom bara svart ský og lagðist yfir allt sko. Er þetta bitmý eða er þetta svona Nei, þetta var hið svokallaða rykmý. Já. Sem að einmitt safna saman í svona meiri stróka heldur en vargurinn, mývargurinn eins og við köllum hann. Já, þetta kallaði mývargur. Já, heima köllum við þetta mývarg. Já, þú ert það. Já, ég er það. Og ég man eftir því að þetta voru svona hálfguðir veðurfræðingarnar á RÚV við kassan. Pabbi og mamma báru mjög mikla virðingu fyrir þessum mönnum vegna þess að allt stóð og fjall með veðri. Ég næ svona í skottið á þessum gamla sveitar tíðaranda sem að kallast kannski frumstæðu tími með að við þær tækni úrlausnum sem við höfum í dag. Algjörlega. Og Mývatnssveit náttúrulega í 300 metra hæð yfir sjávarmáli, það var ekkert gefið að það væri hægt að setja bílana í gang ef frostið fór yfir ef það fór niður fyrir 20 stig eða eitthvað svoleiðis. Það var ekkert vist að það færi í gang. Það var nú sagt Land Roverinn að menn dræpi ekki á honum eftir nóvember, 1. nóvember. Ég man eftir þessu að það kom fyrir að það var ekki drepið á dísil Land Rover af ótta við að hann færi ekki aftur í gang. Og ég nefni þetta til sögunar svona með hvers konar hálfguðir þetta voru. Þeir höfðu ekki beint örlög Íslendinga í höndum sér en þeir spáðu fyrir örlög og ennþá eimir svolítið af þessu heyrist mér samanber það sem þú ert að segja að fólk stoppar þig út í kjörbúð og vill fá að heyra í þér. Já, heyra svona spyrja spurninga mis svona alvarlega en ég tek því bara vel og nú svo er fólk sem ætlar ekki að spyrja en heilsa mér einhver hluta vegna og fær svo alveg taugaáfall yfir í guð menn almáttur ég þekki það ekki neitt og en það eru þetta bara gamli góð íslenski siður en það ekki að heilsa fólki og við ættum bara að gera enn meira að því og horfast í augu. Já, og horfast í augu og tengjast Það er nú eitt sem er en svo maður nefna varðandi af hverju voru þeir svona miklir guðir ef við legum að kalla það sem þá voru við og lásu veðurfréttirnar og gerðu spátnar að spátnar hafa breyst svo mikið að þetta eru alvöru veðurfræðingar sem voru að búa til hvert veðurkerfin væri að fara og hvernig þau myndu dýpka og hvar skilin myndu lenda á landinu frá eigin brjóstviti eiginlega bara frá eigin brjóstviti auðvitað höfðu þeir gögn frá veðurskipum og veðurtunglum og svona einhver gögn sem þeir gátu notað en sem dæmi að veðurspá á degi 3 núna, við förum 3 ætlum að skoða hvernig veðri verður á
að segja bara 50 daginn og þá það mánudag, þriðjudag, miðvikudag, 50 4 dagar. Veðurspá árið 1980 hún var jafn góð eins og dagur 3 í dag. Það að segja að þegar við lesum spána fyrir þá mánudag, þriðjudag, miðvikudag fyrir miðvikudaginn þá, og við segjum stundum við sjálft okkur þetta er nú á miðvikudaginn, þetta er nú ekki alveg komið að þá var gæðin næsta sólarhrings í spánum í kringum 1980 að hún var svo sama. Þannig að þetta er meir en bylting, þetta er eiginlega bara sprengja sem hefur átt sér stað í þessum fræðum og ekki síður hitt að til að fólk áttu sig á og það svo, mér alltaf svolítið illa við þegar fólk í símanum og það með eitt staðinni stendur Borgarnes það stendur stundum 8 það er ekki einu svona alltaf stundum bara hitafar og sól eða rigning og klukkan hvað að byrja að rigna og svo framvegis Þetta vil ég meina getur verið hættulegt vegna þess að þú tapar svo mikið af veðri sem kann að vera á öðrum slóðum. Já. Og til dæmis sá sem ætla síðan í þetta góða veður sem eða þetta meinta góða veður sem bundið þá kannski við Húsafell kannski að hann getur lent í því að vera með hjólísi sitt í hávaðaroki bara á Kjalarnesinu til dæmis eða eitthvað staðar þar sem að við Hafnarfjallið eða á þessari leið og annað sem er líka vont og það er að fólk fær ekki tilfinningu fyrir landslutunum fær fólk, ég kent svolítið ég gott alltaf við kennslu reglulega og þykir það gaman og ég get sagt ykkur það sögu af það sem ég var að kenna veðurspár áfanga og þar var stúlka sem var, hún átti ári í stúdent og það enda með því ég reyna að fá hana til að rekja hvert lagðin er að fara og enda með því að hjálpinu og segja hún stefnir nú þarna á Bergen í Noregi og þá segir hún þessa spurningu þá svarar hún með þannig veistu það, ég veit ekki hvar Noregur er og þá fór ég nú aðeins að spá og speglvera og þá komum við einmitt að því að hvað veðurfréttir eru mikið landafræðikennsla og þegar þú ert að horfa á kortið þú heyrir að það tala vestanvert landið, hvar er það hvar er sunnanvert landið þú jafnvel getur heyrt ef svona hvar var hlýjast það var kannski mest hiti á landinu í dag var í Húsafelli 23 stig þá veistu hvar Húsafelli er smátt og smátt lærir það og nú Eyjafjörður, Akureyri og allir þessi staði Seyðisfjörður, Stöðvarfjörður og það segir mér líka sögu frá einum sem var rak hótel á Berufirði að hann var svo ósáttur við að væri ekki veðurathugunarstöðar opinber og það sem máli snerist var það að hann kæmist aldrei í útvarpið því að það var alltaf lesið klukkan 7 á kvöldin það var alltaf lesið mestur hiti á landinu í dag var á Vopnafirði og þá fekk Vopnafjörður alltaf auglýsingu það var mestur hiti á Vopnafirði það var svo algengt en svo færðu þau reynda veðurstöðina þannig að þetta datt aðeins niður en hann vildi, akkur vilja þeir aldrei auglýsa okkur þessi veðurfræðingar hvað er að þessu fólki að vilja ekki vera með í Berufirði með veðurathugunarstöð þar Þetta er svona sjálfsmyndarmál þetta er svona sjálfsmyndarmál og reyna að fá ferðamenn en þannig að veðurfréttir eru svo miklu meira en bara veðrið. Algjörlega. Og mér finnst náttúrulega synd alveg í dag til dæmis ef ég horfi á RÚV að þau benda ekki á vestanvert landið, þau bara labba aðeins inn í kortið og setja svo hendinu út og þá eru þau kannski að benda á Hofsjökul en að tala Snæfellsnes. Og þetta finnst mér ekki vera góð þróun að því að þetta er landafræðikennsla, þetta er í raun og veru mjög mikilvæg landafræðikennsla sem þarna fer fram. Það er bara þannig. Já. En hvað árið fæddur, Siggi? Ég er fæddur 1967. Ok, þú ert á svipuðum aldri og ég, það eru 2 ára milli okkar. Áttir þú ólst upp á heimili þar sem var loftvog og sástu foreldriðina banka í loftvogina? Já, það var það gert. Það er nú kannski kemur til að því að pabbi var lærður skipstjóri og stýrimaður. Já.
áður en hann kom í land og það var alltaf bankað í loftvogina sko. En það sem ég hef verið að reyna að kenna að fólk kunni að nota hana vegna þess að fólk kann ekkert að nota hana. Ég hef heyrt meiri sem menn segja að það banki í og það hreyfist þarna einhver píla og svo sér það bara einhvern annan taka þá að getur snúið honum bara eigin vild. En þetta tæki til þess að sko ef þegar aðalvísirinn bendur á 980 sem mjög lágur loftþrýstingur þá átt að snúa örinni þannig að þessari sem hún getur snúið setja hana yfir hina þannig að þú sjáir þegar þú kemur næst að tækinu og bankar í loftþrýstingurinn á uppleið og batnandi veður eða loftþrýstingurinn á niðurleið og versnandi veður. Þannig að þetta sko eitt besta heimilistæki sem sko, þetta miklu gagnlegra heldur en hárbustin heldur en ekki hárbustin heldur en hárblásarinn hjá konunni sko. og ég man eftir því að sko ég held að hver einasti dagur hafi endað á því að pabbi bankaði í loftvogina. Já, og það bara góð sviti og það segir mér að hann hefur verið að hugsa sitt sko. Já. Því að nú erfitt að fá loftvogir finnst mér. Það ekki á gjafalistum til dæmis. Það ekki mildsalt þar og svo fer maður í bæinn í bókabúð og það ekki til þar og jafnvel í tækjabúðir og það ekki til þar og ég hef nú átt Hauki hornið, það annars vegar það að Kalli fór í land og pabbi og ég fekk að eiga loftvogina og svo það þessi Temu sem allir að tala að kaupa á Temu, þar eru loftvogir og bara við vinnuaðstöðuna mína heima, ég sjálfstætt starfandi að þar ég með 3 loftvogir, berðar alltaf 3 saman sko, hvernig það hvort það að fara í sömu átt, hvort það fara jafn mikið í sömu átt eða hvort það einhver villa í einni þeirra mögulega og það hjálpa mér til að átta mig líka á veðrinu en konunni finnst þetta ekkert fallegt að hafa 3 loftvogir sko. En þú sagðir áðan að nákvæm áreiðanleiki veðurspár fyrir einhverjum áratugum jafnaðist á fyrir daginn jafnaðist á við það sem væri spáð fyrir þriðja dag í dag. Já. En hvenar það sem að óvissan á hvaða degi það sem að óvissan orðin svo mikil að við getum sagt að það sé ekki mikið að marka spá fram í tíman? Sko, það þannig að góð veðurspá verður til þannig að veðurfræðingur hann ber saman mismunandi líkön og ef að líkunin eru mjög ólík að þá ertu í smá vanda út í klípu og þá það þannig að þá tekin ákvörðun að við getum eiginlega orðað þannig að nota það sem að oftast reynist best sem að menn ekkert vissir þú veist það raunverulega ekki ef spátnar eru mjög út og suður þá veistu raunverulega ekkert hvernig veðri verður það bara svoleiðis en á hinn bóginn eru fleiri atriði sem að geta hjálpa til við að hvernig þetta allt saman þróast og það það að það eru keyrðar svokallar hvernig á ég að lýsa því það sem sagt það eru reikningarnir eru keyrðir í gegn aftur og aftur með handvirkum breytingum það að segja að þú ruglar tölvuna og segir að lægðin sé ekki 990 millibur heldur hún sé 1000 millibur eða svona til að einfalda máli bara til að fólk skilji þetta að þú dregur lægðina bara aðeins austar heldur en vestar og svo keyrur aftur í gegn og ef þú farið alltaf sömu niðurstöðuna eða svo til sömu niðurstöðu þá nú spáin orðan ansi örugg og sérstaklega ef að hún harmonerar síðan við önnur líkon. Bandarísku líkonin eru náttúrulega mjög góð og við notum ekki mikið bandarískar veðurútreikninga í íslenska sjónvarpið en þeir eru alltaf skoðaðir og síðan evrópsku líkonin þau eru bara mjög góð fyrir Ísland og mjög góð og svo koma náttúrulega fleiri, svo það hægt að skoða svo margt, það hægt að skoða hita í 100 metra hæð, það hægt að skoða hitastig í 1500 metra hæð, hitastig í 5 kilometra hæð og svo framvist. Þannig getur mann átt að segja á hvernig hitastig ullin á leiðinu
og það er ýmislegt svona sem hægt að nota og sem nota til að búa til veðurspá. En að magnið gríðarlegt og svo farið að búa til þess að svokölluðu svona mikroveðurspá nánast. Það ekki nota það orð alveg, það kannski sumi kalla það mikroveðurspár og vilja þá meina að það sé neðstu 10 centimetrarnir. Að mikroveðurspárnar að þær geti hjálpað okkur við að þétta riðilsnetið þannig að það verði bara 1 kílómetra milli reiknimöskva. Staðin fyrir þegar ég var að byrja að læra þá voru þeir 30, 50, 40 kílómetrar á milli reiknipunkta og það sagði manni það að maður gat tapað af veðri. Maður gat tapað. Og þá kom auðvitað þessi spurning hjá fólki, það aldrei neitt að marka þessar veðurfræðinga, þeir vita ekkert hvað og var ekki Ómar Ragnarsson sem sagði, þegar konan sagði, Guðmundur, það flæði vatn allan bílinn, hættu sér kjaftaði og lokaðu glugganum, þeir spáðu sólskini. Og svona hefur verið gert grín á okkur og alltaf leið með það í sjálfu sér en við verðum einhvern veginn að átta okkur á því að þetta eru spár og við erum að reyna að gera okkar besta til að lesa úr því og það þetta svo mikilvægt fyrir atvinnuvegina eins og sjávarútveginn, við sjáum bændurna og við sjáum bara ferðamennina og hjólísinn og allt þetta allt þetta háð vindi og háð veðri ætlaði að segja og við sjáum til dæmis eins og til dæmis bara í fornum veðurspám sem þá yfir frá 19. öld, 1800 og ég segi bara á 20. öldinni snemma að það var áhorfandi sem sendi mér bók og hún hét einmitt Fornar veðurspár og þar var verið að kenna mönnum að lesa í ský og lesa í svona náttúru fyrirbæri til þess að geta átt að sjá hvort að væri þurrkur eða bleita og svo kemur alltaf þetta reglulega og menn segja heyrðu, það ekki veit það ekki á gott ef saman frýs vetur og sumar og ég segi, jú, það veit á gott samkvæmt þjóðtrúni en þá gleyma margir að það kannski verið að spá fyrir og máltækið á þá fyrir bændur þeir vilja hafa þurrk og þeir vilja líka hafa rigningu þeir vilja hafa rigningu þegar grasið að spretta og þeir vilja hafa þurrk þegar það þarf að heyja Þetta er sprottið úr því þannig að það hefur ekkert með það að gera hvort þú átt hjólísi sem heitir Hobby eða GMC eða hvað þau heita nú öll þessi hjólísi Og ef þú býrð á hverjarskutinu þá skiptir það engu máli hvort það frýsir Akkurat, þá skiptir það bara nákvæmlega engu máli þannig að menn svona það oft talað breytingar á tilteknum dögum að þá breytist veður verður ekki sett að öskudagarnir í 18 bræður og þá vita menn heldur ekki hvort að veðri verði eins að tala að veðri verði eins í 18 daga það náttúrulega bara vittleysa þá segja hinir, það ekki átt við 18 daga í röð bara einhver 18 daga yfir páskaháttíðina og einhvern veginn svona, ég man þetta nú ekki alveg allt saman en fólk ofta að reikna þetta snúist allt að fara í ferðalag allar þessar góðu fréttir það hljóta að tengjast því við erum að fara í ferðalag á laugardaginn og það hlýtur að vera gott að því að var svo gott þarna á allra heilagramessu eða eitthvað slíkt En svona aðeins tengt þess og áður en við förum í Íslenska sumarið 2025 ekki rétt munað hjá mér að þú spáðir þess ekki fínu sumri í fyrra og það var skíta sumar og það var bara sumir voru bara alveg brjálaðir út í þig Já, það reyndar, við getum alveg talað um það var alveg út af fyrir sig upplifelse Jú, það rétt, ég spáði reyndar í fyrra ég spáði líka í ár og spátnar voru ekkert mjög ólíkar en það fór ansið illa í fyrra og það segir mér og það gerði mér smá hræddan í þeirri merkingu að ég hugsaði nú hætti ég nú að segja fólki frá því hvað gögnin að segja manni til svona langstíma Já, þar segja ég veit að en hinir veit það ekki og ég veit það og ég leik mér með það og ég reyna að átta mig á því en hinir veit það ekki og
ég hef hins vegar það... Varstu beinlínis fyrir aðkasti bara? Já, það var alveg kallað það, auðvitað ekki áflóg eða neitt slíkt, það var ekki slíkt, en það komur svona neikvæða raddir og Siggi Stormur, hann kann nú ekki að í þessu og þó ég hafa nú orðið yfir 18 ára reynslu að búið veðurspá, búin að búa til sjálfsagt 20.000 ef ekki 100.000 veðurspáa, að síðan kemur 1 ár sem að þetta fer í vaskinn og ég baðst nú reyndar afsökunar, mér varst bara sjálfsagt að gera það og en það var, jú, menn ert þú ekki þarna maðurinn sem að spáði þessu góða sumri? Svona setningar fekk maður og ef eitthvað fer úrskeiðis í lífi okkar, þá nú gott að hafa einhvern sökudól til að sparka í, losa aðeins eigin gremmum með að sparka í einhvern, það ekki svolítið íslenskt? Jú, það alltaf svolítið, við leitum alltaf á sökudólkum og það svolítið mikið til í því og ég man ekki hvort að mann þetta fréttinni sem byrtist að ég held í DFF, það var mikið rigningasumar 1979 minnum mig. Það var skítasumar fyrir norðan, ég man það. Það var skítasumar fyrir norðan og það var víða mjög fúlt veður og það var sérstaklega mikið rigningasumar og þá hópaðist fólk og mótmælti við veðurstofuna. Þar kom alveg hópurinn saman og með kröfuspjöldin við viljum betra veður en þetta hefur engin áhrif. Ég get lofa fólki því hafi kröfuspjöld einhvern tímann ekki virkað, það virkar það ekki þarna. Við ráðum nákvæmlega ekkert hvernig þetta fer, við erum að reyna að gera okkar besta og ég veit að fólk vill fá að vita hvað svona, á hverju eigum við von? Eigum við von á einhverju rigningasumri? Eigum við von á einhverju rók og einhverju kuldum eða einhverju slíku. Fólk vill fá að vita þetta, ég vil fá að vita þetta. En auðvitað gerir fólk sér og það hlýtur að gera sér grein fyrir því að þetta ekki svona veðurlagsspár eins og það heita, þetta kallað tíðafarsspár eða veðurlagsspár, hvernig veðrið leggst yfir ákveðið tímabil, að þetta auðvitað bara til að hafa, þetta reikna á hverjum degi og þetta meira til að svona styðjast við bara svona til gamans. Þetta sé á ég að kaupa fettis í sumarið, á ég að sleppa því eða ætti ég kannski að kaupa sumarbústað, hann mikið betur ef það mikið rok eða eitthvað slíkt sko. En ef ég myndi spyrja gervigreindina verða rauð eða hvít jól í Reykjavík 24. desember næstkomandi myndum koma með eitthvað svar sem væri byggt á einhverju skynsemi? Ég hef prófað þetta. Samfærðist ekki. En það er mikið að gerast í þeim heimi og þetta að verða fullkomnara og það gerist hratt. Þannig að kannski sjáum við upphaf þess á næstu áratugum að veðurfræðingurinn verði óþarfur líkt og við vitum að lestarstjórar víða sumstaðar í heiminum, það einhver menn að stýra. Það er bara tölva sem stýrir og svo framvegis. Þannig að kannski verða það þannig að veðurfræðingar verða óþarfir og nú Bóko Milfont hann söng og það var vinsælt lag með þessu veðurfræðingar ljúga sagði hann í hvern textanum og hann var auðvitað grínast og ég greip að hann færi, hann var hjá okkur í útsendingu í Íslandi í dag og svo spilaði hann þar eitthvað lag og svo bara greip ég hann áður hann fór út úr stúdíónu því veðrið var næst á dagskrá og baði hann að koma með mér og vera bara fyrir fram að myndavéluna og segja mér hvað hann ætti við og hann var ansið lúpulegur blessaðu kallinn en við erum góðvinir ég og Sittrikur þannig að Bóko Milfont hann söng þetta og þetta var vinsælt lag. Þetta nú skemmtilegt Siggi minn en þá nú loksins komið að því að því ég nefndi 24
í mínum huga þá var þetta eins og svart og hvítt sumarið 25 og 24 skítaveður í fyrra, aldrei gott hvort sem ég var fyrir norðan eða hér fyrir sunnan. Ég held ég mun eftir sól í 1 eða 2 daga eða eitthvað svoleiðis, en svo finnst mér svona mín upplifun á sumrinu núna sem að líða er að það hafi verið einstaklega gott. Það kom mér á óvart þegar ég sá í einhverju yfirliti frá Veðurstofunni að hvort það var Trausti Jónsson sem var að gefa því stjörnur. Það kom mér á óvart að það væri ekki enn betra því að mér fannst einhvern veginn að hefði verið þannig. En hvernig var þetta sumar 25? Sko, ef við gefum einhvern svona heilt yfir, þá var þetta svona mello gott. Þetta var ekki meira? Nei, þetta er svona rétt rúmlega það. Það sem gerir þetta sumar öðruvísi heldur en kannski við átt að venjast er að það startar með ákaflega eindreginni hitabylgju. Já, maíblíðan. Svakalega. Sem varði í 11 daga. Já. Og það er þannig að fá slíkt start, það setur allt í gang, allur gróður fer í gang og það allt fer að taka við sér og þá er voðalega óheppilegt að vera að frista síðan í kjölfærið á því og eyðileggja jafnvel það sem að við eigum von á og skemma. En þetta var sem betur fer að það slapp til og kom hret í júní, 3. og 4. júní kom hret og sérstaklega fyrir norðan. En ef við horfum svona einstaka mánuði hvað getur ímyndað að í maí, þessum góða maí hafi verið margir úrkomudagar það sem úrkomu varð vart, ekki að hún sé lengi heldur að úrkomu varð vart. Hvað getur ímyndaði bara svona ég varaði ekki við þessari spurningu áður en við fórum hingað inn, þannig að það er ekkert Nei, hér er ekkert skúaspil í gangi. Ég skýt á 5. Skýtur á 5. Þeir voru 16 í maí. Já, þeir voru 16 í maí. Hvað er þetta að segja? Þetta flaka mig hérna í beinni útsendingu. Þýr ekki að það. Nei, ég á þetta skilu. Nei, ég er nú líka grínast að þetta voru 16 úrkomudagar í Reykjavík en þeir voru 12 á Akureyri. Þannig að nú voru að tala um maí. Þannig að sko þetta selektífa minnimanns það hefur bara rammað inn þessa 11 daga þarna í röðu. Já, það má kannski segja það einhverju leyti og einhvað sem er svona, hvað var að segja, einhvað sem er ekki venjulegt, það man maður oft best þegar lengra fram í sækir, sko. Þetta er bara eins og þú ferði jeppaferð og að springur 3 hjá sama manninum. Það var þetta ekki ferðinni þegar það sprungu hjá þau 3 hjól, en það myndi enginn eftir því kannski hvernig þetta gekk á öðru leyti. En svo til dæmis hæsti hiti sem að mældi sér Reykjavík í maí, hann var 20,2 gráður. Já, sem er vel yfir því sem að stundum mælist allt sumarið í borginni. Það er samt orðið óvanalega, það er sko metið fyrir Reykjavík er yfir 25 gráður, 25,2 gráður ef maður rétt. Sem var 2004. Já, það var mjög heitt 2004, svo kom önnur bylgja 2000 nú fór ég með það. Ég vil ekki giska á það en það mesti hittin þar hefur farið yfir 25 stig, sko. En á Akureyri þá mældist hlýjast í maí, 17. maí á þjóðardegi Norðmanna að þá fór hittin í 24,2 gráður. Og þarna erum við að tala um sjálfa hitabylgjuna, og 20 gráður í Reykjavík erum við að tala í tengslum við hitabylgju sem er í maímánuði. Og síðan ef við höldum áfram og leikum okkur sko að úrkomu magni, það er alltaf minni úrkomu fyrir norðan að magni til. Það er bara fast þannig, sko. Og þar var úrkoman 34,6 millimetrar á þessum 12 dögum sem að úrkomu var. En í Reykjavík þar var úrkoman ekki 37 millimetrar, heldur 48,5. Og síðan má benda á að sólskinstundir fyrir Reykjavík og Akureyri voru nánast að sömu í maí. Þannig að það var hallað ekki á neitt þannig laga séð. Og raunar er það þannig að maí núna 2025, hann er hlýjasti maí frá upphafi mælinga. Þannig að hann er eiginlega alveg, hann setti
startaði sumrinu með afgerandi hætti og við erum svolítið að hanga á því þegar við erum að halda því fram að sumrið hafi verið svo rosalega gott. Já, við kjósum að muna það. Já, síðan við kjósum að muna það og við skulum bara gera það. Það er bara allt í lagi. Líka því að það lengdi sumarið svo mikið miðað við það sem við erum vön. Það er akkúrat málið og það er það sem ég ætlaði að segja næsta er að það sem að kannski einkenndi þetta sumar var einmitt hvað það var langt. Því það kemur hitabylgja í maí, það kemur hitabylgja í ágúst og reyndar í júlí svona smekksatriði, hvort við kallum það hitabylgju og svo koma mjög hlýir dagar í september í hægviðri og þetta sumar hefur verið hægviðrasamt, almennt séð. Ef undan skilið þetta hret sem kom sérstaklega fyrir norðan, þarna 3. og 4. júní og þá var sem dæmi að meðalhitinn á Akureyri, hann var ekki nema 10,1 gráða í júní, Í júní 10,1 gráða og ef við skoðum hæsta hita dagsins þá var hæsti hiti dagsins að meðaltali 15 stig. Þetta er svona la getur við sagt. Það koma þarna kuldi þarna í júní sem að við erum eiginlega munum svolítið eftir. Og lækkar gæði meðaltalsins. Lækkar nefnilega gæði meðaltalsins og gerir hlutina lægri og þú sér það að þá er meðalhámarshitinn hann er 11,7 hann er 12,6 á Akureyri er hitinn í meðalhiti 12,6 já, sem sagt kringum 18 stig getur við sagt. Það er meðalhámarshitinn, meðaltal hámarshita. Það þýðir þó ekki að einhver dagur hafi verið hlýjastur. Það var hlýjasti dagurinn á Akureyri til dæmis, já það var nú ekki svo ekki hátt, það var réttum 18 stig. Það er og er frekar lágt. En í Reykjavík þar voru úrkomudagar 15 og mest síðari hluta mánaðarins en svo fer hitinn mest í 16,1 gráðu. Það er bara ekkert spes, sko. Nei. Þannig að við getum meira sagt sem svo, við getum afgreitt júnímánuð sem bara kaldan mánuð. Við skulum bara gefa hann einhverjum að hann hafi verið kaldur og fremur kalt á öllu landinu. Það var ekki bundi bara við Akureyri, ekki bara við Reykjavík. Það var almennt kalt á landinu og þetta var svona leiðilegur júní á mörgu leyti. Það sem pirraði fólk tók ég eftir var að þeir sem eru að elta veðrið það verður oft svo erfitt að elta veðrið og þegar að þú einn dag í rigningu svo kemur þurrkur svo kemur einn dagur rigningu og annar í þurrki þannig að þetta verður óttalegt vesen en það er samt sem áður verður nú viðurkennast að sko það munar mjög miklu þó þú sett í sólarleysu ef þú ert ekki miklu vindi og ef þú ert í það kom alveg svoleiðis dagar þar sem að menn fannst bara 11 stig vera bara fínt þó að það væri langt í frá sem að við eigum að venja okkur á og þá venja okkur á eða við erum orðin vön skulum við segja frekar það er þannig og ég myndi segja sko að þetta norðanhret hafi gefið upp taktinn 3. og 4. júní með hvernig júnímánuður fór hann var bara mislukkaður að mörgu leyti en átti góða daga og það er auðvitað það sem að menn eru að vísa í að þeir hafi þetta verið gott sumar að júnímánuður hann sker sér mikið úr ef við lítum aðeins á ágúst og ganni
þá náttúrulega sko það sem að minnist frá ágúst, það skítaveður verslunarmannahelgi. Já, það alveg rétt. Það sennilega hefur áhrif á viðþorf einhverja. Akkurat sko. Þetta nú einn punktur sem mætti nú alveg ræða og ef við höfum tíma að sko þegar að veðurfræðingur að spúti spá fyrir stórhátíð þar sem að fólk í tjöldum að það ekkert grín sko. Það bara mikil ábyrgð. Mikil ábyrgð. Mikil peningar, hagsmunir. Gríðarlegir peningarlegir hagsmunir og maður hefur fengið það framan í sig að þú bara eyðilaðir hátíðina. Já. Þú talaði eins og bara maður sjálfur hafi bara verið þarna og reynt að gera allt til að eyðileggja en það var aldrei ekki þannig en það var virkilega vosbúð af verstu gerð þar sem saman fór mikið magn af vatni og hvass vindur og þetta náttúrulega alveg ferleg tíðarfar til að standa í útilegu. Þetta við myndi enginn setja niður tjald þar eða tjaldhæl nema bara að því að þarna var hátíð bæ og síðan fannst sumum að þetta hefði gengið hratt yfir og allt orðið betra á eftir og það má alveg færa fyrir því rök, þetta var ekki endalaust vonsku veður en þessa hátíðir þær gera, sko spurningin alltaf þessi sko, maður alltaf með þessa spurningu í bakhöndinni eða bakveirað, hvenær áttu að gefa í og hvenær áttu ekki að gefa í og þá ég að meina það að ef að ég sé að spár allar eins, það allar samkeyslurnar allar eins að þær gefa þetta til að ætla að þetta verði niðurstaðan þá gefur maður bara í og þá það alveg sama þó einhver leiðin á reikningi minn að ég ræði ekki veðrinu sko þannig að og enn síður bankinn minn sem betur fer og ég segi þetta bara í gríni en það var hann þekktur fyrir það en hann enga síður mjög þekktur fyrir annað þessi mánuður og þar nálgaðist það mest að það yrði sko mestur hiti sem mælst hefur á Íslandi hann 30,5 gráður 22. júní 1939 ansi langt síðan sko þarna í ágúst það var nánar tiltekið sko hvar var ég nú með það skrifað að á Hjarðarlandi Biskupstungum minnum mig að ég hafi verið með það var fyrirgefið það var á Egilsstöðum það var 29,7 gráður og 29,7 og 30,5 það orðið ansi stutt á milli og það það eiginlega var næst því að slá með sem sagt Íslandsmet og líka hitt að þetta var í nokkra daga sem það var klíkt í marga daga þannig að ágústmánuður var alveg príma mánuður. En það bara tímaspörsmál hvenar þetta eldgamla hitamet fellur að hitin fer hér í 31 gráðu telurðu? Já, við það reyndar verður að viðurkennast eins og að það var hitatímabil það var sem kallaði þetta að þetta hafi verið svona hitabilgju lofslag sem að komi við landið þarna 30-60 cirka 30-60 svo var aftur að kólna og þá bara menn að tala ísöld og allt þetta þessu en það var 30,5 gráður og það má kannski geti framhjálaupi að kaldast á landinu var 38,5 stiga frost á Grímsstöðum og Fjöllum og þar erum við líka í smá vanda, við erum í bobba þar líka vegna þess að kvikasilfrið sem í mælunum, kvikasilfur einu málmurinn sem vökvi við stofuhita en hann líka frýs í 39 stiga frosti og þegar þú komin í 38,5 stiga frost þá ekki víst að sé mikið eftir til þess að breytast sko. En það getur vel verið að hafa verið kaldara þannig að svona hörku við eigum nú kannski ekki endilega að vona og ég allavega að vona það að það verði ekki sko. En ágústmánuður verður hann þekktur fyrir það að hann svo hlýjastu frá upphafi mælinga og reyndar hann á pari við ári 1933 minnum mig og á pari við þann og þannig að ég myndi segja sko maí
júlí, ágúst, þetta voru sumarmánuðirnir. Þeir stóðu júní, ef við tökum hann aðeins til hliðar og þá erum við bara í þokkalegum málum með þetta sumar en því verður ekkit, ég held að það sé ekki hægt að neita því að júnímánuður hann fór forgörðum svolítið en svo var eitt sem engjandi samt, sem alltaf eitthvað jákvætt við allt sko, það þetta að við fengum betra veður oft á helgum heldur en virkundum og það er nefnilega líka til í sögunni að við fáum gott veður á vinnudögum en leiðinda veður helgar og það finnst fólki síðra. Það svo úrst, en manni finnst líka stundum sko, kannski það bara þegar maður í góðu skapi og allt gengur vel í kringum hann en mér stundum finnst það eins og að rigni frekar á nóttunni eftir ég flutti að norðan á höfuðborgarsvæðið að úrkoman falli á góðum tíma. Já, það alveg rétt. Það þannig að þegar á kvöldin þá kólnar og rakaþétting verður meiri og þá dugir rakin oft til þess að það verður rigning úr öllu saman og síðla nætur getur verið bara myndalegir skúr og myndalegar skúrir, ég vil hafa þetta kvennkynsorð. Ég líka. Já. Og það eru margir farnir að segja skúr eins og þetta sé einhver skúr út til garði eða... Það sem verst að það er búið að banna okkur sem viljum hafa þetta kvenkynsorð að leiðrétta hina. Það er í jöfnulagi. Það er í jöfnulagi, já, við megum ekki leiðrétta, nei. En ég ólst upp við skúrir, það er skúrirnar. Hún skúrin. Já, hún skúrin. Og þannig að við getum eiginlega svona, ég vil gefa þessu engun, ég myndi bara að leyfa mér að gefa þessu sumri engun. Ég ætlaði að spyrja. Já, það var, sko, mæ var góður, hann var prímagóður, júni var lélegur, júli var alveg bara mjög þokkalegur og þá er ég að tala heilt yfir, það tekur ekki að nefna einstakar tölur, það breytir ekki neinu, fóru yfir 20 stig þann dag, nokkra daga þá og ágúst var ekstra góður. Frábær. Og það var einmitt þá, ég fekk með þess að var í viðtali í frétta á einhverjum sjónvarpsmiðlunum, þá var spurt sko, er sumari búið? Það kom þarna rigningardagur þarna rétt eftir mánaðamótin júlí, ágúst. Er þetta búið? Nei, ég vildi nú meina að það væri alls ekki búið því að ágúst er nefnilega misskilinn mánuður, hann er misskilinn á svo margan hátt. Það sem gerir hann haustlegan, það er myrkrið. Hann er oft hlýrri heldur en júlí og hann er oft aldeilis ekki síðri heldur en aðrir mánuður en það er myrkrið sem að leið og myrkrið fer að koma. Þá er eins og fólk fara að segja já, nú er haustið bara komið. Ef það gerir rigningadag eða gerir hvassviðri, málið er bara það að alvöru lægðir, þær verða ekki til við þær aðstæður þó við getum fengið, allt til í náttúrunni en almenna reglan er svo að það er engar haustlægðir, alvöru haustlægðir eins og við fengum núna fyrir skemmstu. Það var allt vitlaust í samfélaginu þegar Vera Illugadóttir og Helgi Seljan lýstu því yfir í byrjun ágúst í morgunþætti Rásar 1 að sumari væri búið. Já, það voru skrifaða fréttir með reiðu fólki sem að sagði, nei, þetta gengur ekki. Nei, nákvæmlega, sko, þetta er náttúrulega, svona segir maður ekki, sko, sumir er að byrja sumarfríið sitt og eru bara úthlutaði ágúst og það er leiðinlegt að fá þær fréttir beint framan í sig að þetta sé allt búið. Mér fannst bara síðast dagurinn í gær, sunnudagurinn frá 12 til 16, það var bara stórkostlegt sumarveður og hlýtt. Já, akkurat. Ég var í gönguferð meðfram sjónum og það var bara hlýgóla og ennþá alveg þessi sumarfílingur. Þannig að það dugar ekki að slátra því í ágúst, íslenska sumar. Nei, aldeilis ekki og það við meðum ekki gleyma eins og þú reyndar myndist á fyrir viðtalinu árið 2004, þá var hitabilgi marga daga í ágúst 2004, þannig og síðan hafa komið aðrir eins svipaðir svona inn á milli, þannig að það er og fyrir nú utan, sjáðu þetta berin sem þá eru í algleimingi.
geta farið til berja, haft nóg að gera í ágúst, annað bara sitt og horfa á sjónvarpið, og geta farið út að veiða ber eða tína ber, segjum við nú víst. Nefnum þú viljir veiða það? Já, nefnum ég vilja veiða það. Bæði berin og svo náttúrulega laufið fer ekki að gulna fyrir að fer að verða frost. Já. Og þá náttúrulega eru berin, en svo menn kom einu sinni frétt í sumar, það hefur verið mælst frost á einum stað, eitthvað 0,5 gráðu frost, þá mega menn ekki gleyma því að þetta getur verið, þetta eru svo kallar lágmarksmælar og þeir mæla það sem hitinn verður lægstur af hverjum sólarhring og það er lesið á honum. En það segir ekkert til hvort að frostið var í 1 mínútu eða 5 mínútur eða klukkutíma. Það segir ekkert það. Þannig að það er ekkert víst að ber skemmist þó það geri hálfar gráðu frost í 10 mínútur. Það er ekkert endilega þannig. Og núna er ennþá töluvert lauf eftir á trjánum sem segir manni það er að nálgast mánaðamót að þetta hefur verið frekar hagfellt undanfarið. Algjörlega. Þetta hefur verið frekar hagfellt með þessum útidúr sem við nefndum og einhvernig sem ég ætlaði að gefa var sem sagt að þetta einhvern fær 4 af 5 mögulegum. Sem er þá 8 ef það væri hægstækt að fá 10. Já, það væri 8 ef hægstækt að fá 10, og þannig einhvern gef ég þessu sumri þegar búið að rýna í þessar tölur reyndi að fara náttúrulega aðeins svona innum annað út hitti á fólki og mér þar á meðal einstaklega sem að man ekki allar þessar tölur þó maður reyna að muna en þetta er bara príðis sumar heilt yfir tekið og ég veit ekki hvort ég á að finna eitthvað eitt orð er ekki útlenska að segja príma? Jú. Það er útlenska, það má maður ekki segja príma. Jú, þú mátt alveg. Við megum alveg stundum hérna Þetta var alveg mjög gott sumar. Það var með ákveðnum útidúr og hann mun alltaf setja svip sinn á þetta í sögulegum samhengi en sumarið í heild var gott. Veður áhugin hjá þér alltaf svo sami? Já, hann fer aldrei, ég held að það sé bara eins og þegar ég er erlendis þá er maður að skoða veðurspár fyrir Ísland maður situr þar og teikna kort og reynir átt að sjá hvernig veðrið er. Þetta er bara einhvers konar, þetta er bara ef maður lærir eitthvað þá hefur áhuga á því, þú væntanlega fer ekki að læra eitthvað sem þú hefur engan áhuga á. Voru þetta ekki skemmtilega ár þegar þú varst í sjónvarpsmennskunni, manstu hérna þegar þú varst næstu í fókin á Svölunum fyrir norðan í beinu útsendingunni á Akureyri? Já. Sigmundur Ernir var að segja að hann vonast til þess að þú myndi fjúka því að það er svo stór frétt að veðurfræðingur myndi fjúka beinu útsendingu. Það er alveg rétt það hefði verið stór frétt þá en það var nú líka frétt sem var aldrei frétt að ég var einu sinni í útsendingu og þá sé ég að vindhraðamælindur Hafnarfjalli hann sýnir 66 metra á sekundu. Hvað? Og svo líti ég á 10 mínútum seinna þá er bara logn. Nú. Og þá fauk mælirinn. Vindhraðamælirinn fauk. Þannig að hann gafst upp í 66 metrum. Og svona maður er ekki vilja að vera á ferð þar? Nei, það er bara lífshættulegt ástand og bæði á sjó og landi er það bara lífshættulegt ástand því að þú stendur ekki í 66 metrum þú átt alveg nóg með þig sjálfan í 30-35 en þegar þú farin að verða eins og flagg á flaggstöng hangandi í staurum að þá ertu náttúrulega komin yfir allt sem að eðlilegt getur talist. Gísli Sigurgeirsson fréttamaður fyrir norðan, hann hékk einu sinni í ljósastaur til að sýna hvað væri mikil snjór á Dalvík en það var ekki út af neinu öðru en því. Man eftir því en svona, áhugin hann fer ekkert og maður er alltaf eitthvað að bauka en svo er náttúrulega alls konar verk
verkefni innan veðurfræðina sem alltaf nóg að gera í, sko. Það ég meina, fólk vil ennþá vita hvernig veðurspár verða. Menn ennþá að búa til kvikmyndir í alls konar veðrum, menn að ferðast til skoða norðurljós í alls konar veðrum og vilja, þá hringja þeir gjarnan og vilja fá að vita hvar get ég séð norðurljósin, hvert þarf ég að keyra. Það er alls konar svona hlutir sem maður er að glíma við og reyna, þannig að þó maður sé ekki á skjánum. Þetta var frábær tíma á skjánum að þú spurður það. Þetta var skemmtilegu tími en allir góðu tímar taka enda líka. Já, þetta var náttúrulega mjög íþingjandi líka, mjög mikil binding. Þetta ábærslega binding og hún er alltaf á matmálstímum. Og ég hef búin að vera í 16 ár, sko. Pressa á þér að vera skemmtilegur og alveg sem það var ég hef aldrei vilja vera þannig að ég sé að draga alltaf upp, sko, eins og síðusti dagur þetta verði ekki fleiri dagar, sko, að þetta sé svo slæmt veður að ég vil reyna að draga fram það jákvæða í veðrinu ef það er hægt. En það auðvitað þannig að veður eru þannig að það er ekki ástæð til þess að reyna að vera neitt sniðugur. Þá verður maður alvarlegur og út fann að tala 35-45 metri í kviðum og þú ert bara hérna rétt fyrir utan bæinn. Þá er það ekkert grín sá fyrir þann sem er þar að reyna að komast eitthvað áfram með sitt fellísi eða hjólísi eða hvað hann ætti því fyrir það fyrst ekki að vera með það á þeim stað en sá sem er komin í slíkar aðstæður hann hlær ekki, sko. En þetta er hættulegt. En þetta er einmitt svona, sko, þáttur í félagssálfræði að vera með jákvætt viðhorf gagnvart veðri. Það er hérna, ef maður svona gýrar sig frekar í þá áttina þá held ég að skipti máli. Það skiptir öllu máli og það skiptir svo miklu máli að eins og vorum að tala í upphafi með unga fólki að ef að veðrið er alltaf dregið upp frekar þurrt og leiðinlegt þá er það ekkert inn og þegar þú reynir að hafa hlutina einfalda, skýra og á léttum nótum þá nærðu til fleiri og ég bara tek sem dæmi að það eru orð sem veðurfræðingar sumir nota sem að vilja vera mjög fræðilegir og beita sér á þann hátt en hvað heldur að séu margir sem viti hvað er lægðadrag og hvað er hæðarhryggur og hvað er stinningsskóla eða stinningskaldi. Þetta er eins og að þú myndir spyrja á prófi, hvað er kaldi? Þá allir myndi ekki helmingurinn segja að það væri bara kalt og stinningskaldi væri bara enn kaldara. En það er aldrei ekkert svoleiðis, þetta er spurning um vindhraða, 6 vindstig eða hvað vindhraða menn vilja nota og þannig að ef við erum með orð, ef við notum ekki orð sem enginn skilur, dulvarmi með þetta þannig bara allir í hug núna sko, ef við færum að nota svona orð þá myndum við bara slökka á sjónvarpinu sko. Ég heyrði vothita, talaði um vothita einhvern tímann og einmitt sérfræðingurinn útskýrði ekki hvað er vothiti. Vothitin það þarf alltaf að vera á mannamáli. Þetta þarf nefnilega að vera á mannamáli og ef menn ætla að nota slík orð að skýra þau þá út. Því að það eru mældir, það er svo margt mælt í veðurathugun. Votveður hitamælir er sá sem hefur með svona pjötlu, blauta pjötlu yfir hérna kúluna og á mælinum og það er þá hitinn niður við rakamettun. Þannig að það er þurrimælirinn, hann getur verið að sína hærri hita heldur en sá voti og votur hitamælir er síðan notaður meðal annars í þokuspár og annars slíkt og líka reikning á rakastígi og svo framvegis. Þannig að menn verða að nota orð sem að fólk svona sæmilega skilur sæmilega í það minnsta og auðvitað gerir það sæmilega en þú veist hvað ég er að meina það er að vera ekki að draga fram orð sem orð sem eru mjög góð íslensk orð en þau bara segja mann ekki neitt og þegar eða bylgja og skilum ég meina hvað segir það venjulegu fólki ef það er eitthvað bylgja og skilum en það segir mér það er lægða það er lægð að fæðast og hún á eftir að verða mögulega
svo vitum við ekki hvern hún verður. En hún þá er hlýtt loft að reyna að komast undir kalt loft og það eru átök í gangi, sko. Það er svo ég ætla að segja kalt loft undir hlýtt, en þá er það bara gengur stundum svolítið mikið á og það kallum við skil. Og skilin eru það sem eru skil á milli ólíkra gerða á lofti. Og þegar þau nálgast, kalda loftið er þyngra og vill fara undir, heita loftið er léttara og vill fara yfir. Og það gengur mikið á. Og það er mitt skil það sem við viljum aldrei vera við skilin. Það er alltaf leiðilegast að verið. Takk fyrir þennan fróðleik. Þetta síðasta sem þú sagðir, það mun gagnast mér. Já, það er gott að vera. Og líka hitt. Já, vonandi allt saman einhvern tímann. Íslenska sumarið 2025, það fer 8. Það fer 8, já. Það er flott einhvern, það næri ekki að útskrifast með láði, en mjög bara fínt mót. Já, það er fyrst einhvern. Mjög fín fyrsta einhvern. Já, mjög fín fyrsta einhvern. Og nú er bara að sjá hvernig veturinn verður. Segðu. Þú ætlar ekkert að spá fyrir hann. Nei, ég vil nokkuð að vera að pyrra fólk. Og tekur ekki sensin á því? Ekki sensin á því núna. Ekki alveg fyrir ég hef meiri í höndunum. Þá kannski banka ég í þig og segja þér að nú sé þetta skýrast. Akkurat. Kæra þakki fyrir þetta skemmtilega spjall, Siggi Stormur, og upplýsandi og fróðlegt. Takk fyrir að bjóða mér og alltaf gaman að hitta þig. Já, sömuleiðis. Og mér þetta væntum það núna. Þegar ég sá þig að ég þekkti þau leiði náttúrulega, en það við búin að vera það góðu vinir. Já, og eiginlega langa sögu aftur. Og langa sögu aftur nefnilega. Í heimi fjölmiðlanna. Þá hefum ekki sést svona auga fyrir auga. Nei, ekki alltaf reglulega. Ég fyrir norðan, þú fyrir sunnan. Nei, akkurat, sko. Ofta málið, sko. En kæri þakkir. Já, takk bara kærlega fyrir mig. Og halda áfram að spá í veðrið og gangi vel í Hvívetna. Takk. Við erum þá að setja punkt við dagskrá Rauðaborðsins hér í kvöld. Þökkum ykkur hlustendur og áhorfendur kærlega fyrir samfylgdina og minnum á það að þið geti gerst áskrifendur að samstöðinni fyrir aðeins 2750 krónur með því að fara inn á samstöðin.is og velja þar napp eða skrolli niður þar sem ástendur áskrift. Það er ekki mikil skuldbindning með að við allt efnið sem við búum til fyrir ykkur og mér langar einnig að biðja ykkur að vera dugleg ef þið hafið jákvætt viðhorf gagnvart okkar framleiðslu að deila efninu, Facebook, YouTube eða annar staðar og minna á að þið getið fylgst með okkar efni á spilarinn.is, útvarpi, vefmiðlum, sjónvarpi og við erum út allt. En þetta er nú lokið í kvöld. Ég þakka tæknimönnum líka og viðmælendum öllum sérstaklega fyrir kvöldið. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.